FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max, Dynout og Loop Zero. Og fyrsti þáttur FM 95 Blö á þessu ári farin í loftið. Það ekki margir að vinna þetta, drengir. Það stórt. Man finnur það, menna ölgerðin lokuð og það mættir í vinnu. Við vorum að vinna í gær líka, sko. Já, vorum að vinna á þessu. Já, við höfum gaman að vera hér. Sko, það ekki hægt að senda okkur í langt frí, sko. Nei, herri, við þökkum öllum sem tókum þátt í bingoðin í gær. Já. Bara að kjallaði fyrir þáttökuna. Það ringilega gaman. Algjör stemming. Röndina mér að koma. Já, þú talar líka ekki, þú bara helst ekki kjafti allt bingoð. Það? Þú bladraður maður. Nei, það meinar ég vil ekki fara að stressa á 9 ári. Þú veist að nója að byrja núna, sko. Ég að snúa hérna hjólinu og auðvitað ég að tala eitthvað bara, já, hvað segið þið, maður getur ekki verið bara svo vélminni. Ég held að það ekki að tala litt meira við, þess vegna skil ekki okkur Ég að stýða þér, og talar ekkert mikið. Það allir búin að vera hálf rattlösir heima að mér jólin. Já, COVID. Nei, þú veist, engin pest, það bara rattlýsi. Já. Það bara svona. Röttin farin í fjölskyldunni. Smá hálsbólk bara. En sko Tjöfur skýtur að ganga. Já, svo það ekki alltaf. Það býtur ekki alltaf eitthvað að ganga. Það er önnur flensa að detti núna bara Jan, var ég að heyra af? Sér ekki djún, finnur ekki djún með hita, sko. Ég myndi tenir í þann, sko, það er ekki flensa það, sko. Jú, finnum við með hita, en enga pest, sko. Hvað segirðu? Ég sagði að þú getur alveg fundið við með hita, en enga pest. Enga pest, nei, herði, manni líður alls ekki eins og sé föstudagur núna. Nei, það er sunnudagur. Já, það er svona tilfinningin bara einhvern veginn í samfélaginu. Það eru 4 bílar hérna, yfirleitt allt ekkert í gangi. Nei, það var greiðlega margir tekið sér frí milli jólin, ég fíla það. Ekki alvöru, það voru góð jól eins og kom inn á hann daginn. Geggjól. En fyrsti þáttur ársins og ég bara, við töluðum náttúrulega það í gær hérna í bingoðinu að skaupið. Það fær 10 frá okkur, drengunum. Við hittum, sko, leikstjórarnir, Hannes og Allan eru nú bara hérna að trítla hérna og eru að fara hérna viðtala á næstu stöðu og svona. Já, þetta var heldur gott. Það var frábært. Maður sá ekki margt neikvætt, allt í kringum mig, það var bara jákvætt. Ég ætla bara að henda út minnst þetta besta skaup sem ég og aðminn séð. Ég man ekki eftir að sé svona mikið jákvætt líka. Yfirleitt þetta alltaf eitthvað meira. Svona 50-50 eitthvað meira. Þetta alltaf eitthvað töð, sko. Þetta var líka bara ekkert eðlilega gott. Þetta var bara, veist, fárlega gott skaup. Já, þetta var mjög gott. Hvað er svona, hvað talað sem bestu skaupin? Það ekki alltaf talað þetta 85 skaup? Það búið að pakka því saman. Svo náttúrulega og fósbræðra hérna skaupið. Líklegast alltaf talað 2013 og 15 þegar June var, sko. Já, það voru þetta sterk hérna. Það voru góð skaup. Við að vera þarna. Nei, það er alltaf talað 85 skaupið sem svona besta skaupið. Það er svona klassíst að segja 85 skaupið. Og það er svona eins og það verði bara aldrei toppað. Það var hérna ógeðslega margir fitnessgestar í þessu skaupi. Já, og þetta var bara geggja skaup, sko. Ég og mælikvarðin heim hjá mér var líka fínna því að voru 16 heima að horfa, 8 fullorðnir og 8 börn á öllum aldri. Þannig að og það var hlegið alveg stanslust oft, skilu, í skaupunum. Það veist þetta bakarslaupi sem þú ætlar í. Það varst alveg drepið og hitt ekki börni sína þegar voru að hlaupa hana. Það voru eiginlega bara allir Keflavíkur stéttinum með flugullum. Þetta var bara allt gott, vanalega skaupið þannig að þetta er 80% ógeð og 2-3 góði sketsjar. Nú var þetta bara 99% gott, eiginlega ekkert vel. Þú hlærið oft, skilur þú orða skaupið, það er svona ágætis mælikvarði að ég hló nú alveg upp á 3 svar. Og þá er það kannski bara fínt skaup, sko, að þú þarft að gera skaup fyrir, það er ekki bara að gera skaup fyrir þig, það er að gera skaup fyrir krakka og ná öllum. Ég tók krakka skaupið í gær. Það var vist mjög gott líka. Ég á eftir að taka það með krökkum, það var vist mjög gott. Kín Átni Beintelt okkar besti maður og leikstjóri þar. Já, hann er búin að sjá það líka líka. Istanbul-sketsin var helvíti skemmtilegur. 25 sköllótti gæjar sem stígu upp á sömu sekundu og rölt út í vel. Ég er sammálaðið, það var hlegið bara allan tíman með mér. Það var allir alltaf hlægandi. Þetta hérna, ég vil líka rætta við hérna í blöðkastinu að öll þessi flug sem að fara frá Tyrklandi, það bara alltaf eins og þetta kom úr stríði. Það eru bara allir í blóði og allt í ruggli, bara allir sköllóttir í vélum. En svo eftir 6 mánuðir setna þetta kom með þykkt voluptuous hair. Það er fyrsta sem er að gerast. Hálf árið sem það. Ég held að 2026 verður ekki árið sem að blöð færir hár. Ég held að það sé árið sem að blöð fær hár. Já, ég held að þú metir þetta, svo kannski svona ekki mars, apríl, bara fokkin. Ég er búin að, við erum alltaf þetta nokkuð, ég er búin að meta þetta alveg. Ég nenni þess ekki. Nei, ég veit það. Ég nenni ekki að vera í hálft ár bara eitthvað. Þetta er smá maus, en svo eftir 6 mánuðir ertu bara með tagl.
Það er ekki Myndirðu fá með tagl? tagl Ég myndi aldrei fá með Svo tagl Steven Seagal, takk. Bara aldrei Akkur ekki? Af hverju ekki? Já. Ég bara ekki með Ég myndi bara aldrei gera það Ég ætla ekki að Svo eru kannski ykkur að hlusta sem eru með tagl og fer þeim Ég bara veit ég ógeðsluð með það sjálfur. Hefur þið séð vídjóin þegar Rúrik er svona að þurrka sér hári fram að speilin og baði? Hann er með flottasta hár á Íslandi Hann er alltaf neða bara ná rass sko. Já. Þú getur að vera í því. Nei Ferði þess aðgerð. Býttu, ef maður fyrir svona aðgerð Já. Ég held þú getur ekki sapna síðu hár Jú, þú eru bara að Þetta býða. eru bara virkir hársekkir sem eru millifærar úr hliðunum upp á hausuna. Þannig ég getur með sítt hár Já. En svo hvað heitir hann líka? Beggi Ólasæðan í LA. Það er rosalega vídeo með honum Entrepreneur, já, ég elska það. Hann var þunnur daginn Já. Hann ágaf bara í Hann ólíkt sófanum Bara, herru, já, hann sagðist ekki drekka oft Ég sá þetta hann á einhverju ríli eða eitthvað Hann drekk nú ekki oft en hann var þunnur Já. Herru, hann ágaf bara, herru Ég ætla ekki að vera þunnur Ég ætla bara út að hlaupa og þetta var eitt besti dagur æfans Hann sagði, hann vil meina þetta sé allt bara svona mindsetið Ég meina, hann er komið 333.000 followers. Með 300.000 300, ég meina hann er PhD í psychology, hann bakkar þetta upp með álur gráðu, hann er ekki bara sætur sko. Hann er life coach. Já, hvernig við fyrir með svona sífflott hár Hann er að hvetja líka, hann er motivational sko. Við ætlum að gera það á nýja ári Við vorum að ræða líka hérna í bingónu Við ætlum að rósa meira Inn á ári inn á Sko gramminu. Steinþór Rósar, Steinþór Rósar það er koncept sem að nýliður ég er blöð getum rósað einhverju með, þú múnt að sjá minna Við vorum að rósa núna, vorum að rósa báðum skaupunum Krakkaskaupinu og Þetta er hérna góðu og punkt. Begga Ég ætla að vera með og Rúrik fyrir Steinþór með flott hár. Steinþór Rósar verður með í dag, liður. Ok. Þannig að ég hef núna tæpa 2 tíma. Tæpa 2 tíma til að finna eitthvað til að rósa. Já, herru, svo til pappi ammali í dag Ég held að hann sé nú ekki að hlusta Allir negur líka, ammali sama dag. Já, 1. jan Nei, það er annar, já, við átt ammali gæði. Já, hann ammali ekki Allir ekki í dag Er ekki Herru, til hamingju, maður. Jón í dag líka? Jú, Jón Gnar og Gnar líka. Simmi á morgun Já, þetta er við óskuðum ammælisbönnum. Ég þakka Guði fyrir að ég á ekki ammali 1. jan Ég hef ekki nefn, veist, sem mikið ammælisbad hver kemur í veislutíðin 1. jan Ég, þá Það er ég að halda upp ammali mitt að bara er neitt takk En þú samt alveg alveg áramótapartí þegar þú ert hún eldri. Þetta er rétt sleppur næstu helgi, þá er 100 mann ammali á Tenerife sem fólk mætir í villu og Það er sér í alltaf glas að koma til tenni og svona Ég held að það verið erfitt bara að þú varst tvítur en að fá fólk í partí 1. jan Fyrsta helgin, þá vill bara fólk vera í vatni og veist, Ég held að það verður ekki mikið lífnir í bæi kvöld Það er enginn að fara að gera neitt í kvöld. Nei. Það er bara Hóru á píluna bara Undanúrslitin í pílu Undanúrslitin í pílu byrju eftir. Svo rosalega leikur á morgun Tindastóll Valur í síkinu Já, úrslitaleikur. Ég vil selja að fara bara þangað Er þetta ekki úrslitaleikurinn bara snemma? Nei, þetta er bara tildaleikur en Valsararnir 7. heitir og Stólandi líka þannig að það verður alveg leikur á sín sport á morgun Já. En svona við förum bara hratt yfir þetta voruð þið ekki bara nokkuð ánæði með þessi jól og áramót Þetta voru alveg styrli jól. Já, það var bara helvíti næs. og allir sáttu við að fara bara dætt í rútínu Já, heldur betur. Fenguðu ykkur flotta gjafir eða? Já. Já, ég bara fekk Hvað stóð upp úr? Ég fekk mjög huggulegan bakpoka Já. fyrir tölvuna mína. Já, Svo ok. svona tölvu hólfi. Já. Það þarf sér, ég fer með tölvuna hvað sé ég fer. Já. Við höfum tekið eftir því Sér hólf. Fyrir tölvuna. Já. Og sér hólf fyrir hleðslu tækið og... Þannig að ég vil nota þá gjöf mjög mikið. Svo fekk ég bara, ég enda spá ekki, hversi minni þess ég fæ, ég meðan gaman að gefa fólk eitthvað. Já, það er svolítið hann eitt sko. Ég var að reyna að þylja upp bara hvað ég fekk sko. Ég fekk Good Light hérna listaverk. Ok Þannig bara svona, Hann er þetta rosalegt bara dósin og málana. Já. Og það var bara vegg. Bara lista Já, er þetta- Mynd af Good, bara máluð mynd af Good Light. Já, þetta er mynd, já. Veitu hvað Rakel gaf mér? Svona leysir á hnakkan sjá, ég verð alltaf svo loðinn inn á hnakkanum Svo leiðilegt hún er alltaf að rakið það Þannig ég er að fara í leysir í fyrsta sinn Ok. Það er rosalegt. Hvað þýðir það? Hætta hárun að vaksa það? Já, þá var það hægt að koma á hálsinn Hvert ferði í það? Ég er bara gafabriður sem hún gaf mér Já, það er í húlæknastöðina. Já, það verður glæða Þannig að ég er að fara í leysir í fyrsta sinn Já. Takk að það var svona fín gjöf Þá virkar þetta þá, þú veist, að eilífu það? Já, ég held það Já, ég minna að það var hana, þú veist, lengur en að raka hana, þú veist. Já, Já, og ég veit ekki að vita hvernig þetta gengur Já, Herðu, svo voru líka margir í gær Steindi sem sendu reyðir Það er ekki ár rottunar Þetta er ekki þitt ár í Kína Ég fekk þetta líka Það er ár hestsins Já, að ég byrja. ruglaði. Ég veit ekki hvernig þú gast Ég virklaði þessu Já. Í árróttunar er næst sko 2032
Það er langt í það. Það er langt í það sko. Hvernig kannstu rugglast á þessu? Ég veit það ekki, ég bara I'm only human, Harry. Og ég efast að fólk hafa verið að senda reykt. Já, ég fekk nokkuð að reyða. Ok, þú ert ógeðslega reyður af því að ár hestsins er en ekki ár rottuna. Þú sagði þetta á rottuna. Það skemmir bara kvöldi fyrir fólki. Sturlust alltaf. Það voru einhverjum sem eru hestar og voru ekki sáttu við þetta. En síðan þetta sést að því að ár sko hestsins byrja 17. febrúar. Já. Þannig að það ár snáksins er alveg til 16. feb sko. Það vilja allir losna með þetta ár snáksins. Ár snáksins núna? Ár snáksins. Það er eitthvað sem við viljum ekki sko. Það þarf að fara í burtu alveg í hvert. Ár snáksins er gott. Sko það eru fullt af. Ok, ég myndi aldrei vilja vera að kalla snákur. Þú veist að sneik, það er neikvætt. Bara hestuglu. Ég myndi ekki vilja vera að kalla rotta heldur. Ég veit ekki hvort þið verða að vera rott eða snákur. En hvað myndir þú frekar bara? Þetta er meiri rottan maður. Það myndir þú frekar að vera vóg eða fiskur. Skilur það, svo við séum eitthvað hefi töff. Ég er ekki að segja þetta því að þú ert rotta. Nei, en ég myndi ekki vilja vera að kalla það rotta. Þú veist það, ef þú kíkir núna á hérna. Hvað voru við áttur Egill? Abi, þeir eru sniðu. Það skattir apa. Sko, ef þið kíkið á. Það er abagarður á Tenerife sem ég nú að fara bara, ég myndi kíkja líklega bara fyrst sem ég gerði lenda morgun. Það er engin rottugarður. Nei, en ef þið kíkið. Hefur þið séð rottugarð? Hæ? Nei. Þessi rottugarð, fólk fyrir að skoða rottur. Ef þið kíkið á kínversku stjörnuspána. Þú verður að seinskil núna. Hvort myndur þú frekar vilja eiga apa eða rottu? Svaraði því. Eiga heima hjá mér. Ég myndi vilja eiga apa frekar. En ef þú spyrir mig hvort En ef þú spyrir mig hvort ég vilji Þú ert rotta? Já, en ef þú spyrir mig hvort ég vilji vera rotta eða api í kínversku stjörnuspána, þá myndi ég vilja vera rotta. Nei, þú vilt ekki neitt, það er bara þú ert rotta. Þú getur ekki breyti. Jú, ég get ekki breyti. Ég er búin að lesa textan apan og rottuna. Og hvað betur að rotta? Nei, ég er að segja, það er ekki, þú veist ekki snákurinn, það er ekki neikvægt sem stendur hann. Nei, en ég er að tala samt veist ekki hvert ég er að fara. Þú kallar snákur í lífinu. Bara, herru, hvernig, ef þú verður að lýsa mér, herru, hvernig er auðvitað? Þetta er snákum, maður. Það er ekki, það myndur ekki. Viltu ekki það? Það er ekki rotta heldur. Það skemmtilegast að vita. En hestur? Hestur er gott, þá er eins og sé dulur. Skemmtilegast að vita. Vinna eins og hestur og allt þetta. Apinn og rottan, þessum merkjum hérna, fer mjög vel saman. Hvað er þetta að googla bara? Nei, ég er að segja að þið eru apar. Þið eru fættir 80. Ég er rotta, 84. Dótti mín er fætt 2020. Hún er rotta með mér. Mathildi mín. Og hérna hún er rotta með mér. Já, við erum rottur. Það eru rotturnar. Og hérna þannig að ég veit ekki hvort að akkur þið eru eitthvað, þið dýrkir rottuna samkvæmt þessu sko. Og dregan líka. Hvað er dregi? Hvað er meira þarna? Þetta er dregi, rotta, hestur, snákur, tígur, svín, okkur er ekki tígur. Það er rosalega. Það er engin ákveð tígur sko. Og það er líka hægt að vera Ég myndi ekki vilja vera svín heldur. Það er að vera sportdreki líka. Svín eru samt, sko, Björnbræði myndi vilja vera svín. Já, reynda svín er alveg svöld, sko. Já, það er klár og það sem að kynverðar að gera það er að þannig ertu með þitt merki árið sem útfættur. Og þetta er á 12 ára fresti. Svo sem er 12 ára yngri þú verður sama eða 12 ára eldri. En við erum með mánuðina. Fattur þú? Já. Fyrir kýmurinn verður að gera þetta betur. Miklu skemmtilega. Það var meira aðna heldur en tígristýr, svín. Þetta er hani líka. Það er svona, ef ég væri fugl þá var ég hani. Vakna alltaf snemma og gera alltaf sömu hlutina og allt þetta. Þú væri fínn hani. Já. Ég bara fyrir alltaf, labba alltaf sama rúndin, gera alltaf sama og hani vakna bara labbar út sama tíma. Út morgun hani. Labbar í hringi og eitthvað með svona almennilegðendu og svo aftur svo. Ég get sagt ykkur þetta, það er að vera rotta, uxi. Uxi, það er enda rosalegt. Tígristýr, kanína, dregi, snákur, hestur, geit. Það er rosalega geitin sko. Það er allt í ákvæmt nema snákur og rotta. Þetta dýr eru góð sko. Hani, hundur, svín. Akkur er kynverðist að með rottuna. Þetta er svona, öll önnur dýr eru bara eitthvað svona kúl sko. Eina rotta. Öll hinn dýrin hefur kúl. Það hugsa bara, hörðu, við höfum rottuna og sem fær það er bara eitthvað. Þessi kanína bara vera töff. Já, það eru sætar. Já, það eru sætar. Nú veist þetta. Ég sé hversu krútlegar þeir eru. Það er í slakka og haldur kaninu. Ég veit ekki hennar dregin eða tígristýri eða svona kannski svalt en þú myndir fyrir ekki að vilja vera kanína eða rotta, eða ekki? Nei. En akkur er þess að kynverðin með dýr sem er bara ekki til. Dregi er alltaf bara það er eitthvað úr Lord of the Rings sko. Hvenær dóu dregar út? Akkur er með kaninu og svo bara allir með drega. Var það með risaðalónu? Getur við fengið kynverðin á línuna? Ég vil spyrja, akkur er dregið þarna?
Þetta er allavega skemmtilega en okkar. Það er nokkuð ljóst. Það er ekki bara gangandi tré líka. Hvað myndum að gangandi tré? Ég er samt sammála, það er eiginlega öll dýrin en á töff nema snákur og rottan og snákur. Herru, við ætlum að fara Besta var abi, langbæsti var abi. Nei Abel, ég vil vera tígristýr. Strekka bjór, ekki segja mynda þegar abi stelur bjóra ferðum hann á þambaran. Ég vil sé apa í leðjaka. Það er bara ekkert finnan og skemmtilega sko. Og með síkó Herru, maður segja, við ætlum að það er völvan hér á eftir. Já, við ætlum að ég hafði sambandið skygnustu völvulandsins. Og er þetta sama völva og þú ert búin að heyra í undanfærin ár? Besta völvan. Hörru, guys, býð aðeins. Ég spurði hérna gerfugrindina. Erst þú komið með það líka? Já, ég seti bara hérna AI mót á Google. Hörru, ég spurði hérna hvað merki hérna í kýmisku stjörnufræðina. Er þetta ekki stjörnufræða? Jú. Það veit ég ekki. Ég sagði, hvaða merki er bara, hvað vill fólk vera? Hvað er, skilur Það er að ljúa sér rotta. Nei, hvað er enginn að segja rottan Það stendur, hvað er best sign to be? Þú veist, hvað vill fólk? Og hann sagði, mjög eftirsótt. Sérst, fólk vill, við gardar það mjög mikið að vera aðalega drekinn. En síðan kemur other signs considered highly lucky að vera. Það er rottan, tígristýr, uxinn og svínið. Þeir eru ekki eins og lista. Þetta okkur það svo gott að vera rotta. Ég er að droppa mikrofónin í stúdíónu. Ég ætla að spjóra gerðugönda hvort er betur að rotta eða abi. Ertu reynskilning hvað kemur hana? Við erum með völvuna. Svo erum við með spurningkefni Gilsarans líka. Hvað erum við að vinna með þar? King of New. Nú er nýtt ár. Og ég átt verið með King of Year 2025-2024. bara King of New, King of Nýr. Ok, King of New, það er ekki Gerðu getið segja það fer bara eftir hvað allt vera betri í. Segir hann að það er betri að vera rottan að getur tekið hérna mæk aftur upp Steindi, fyrst þú lest hann þetta. Ég var að segja að fólk vill, sko þetta er eftir svo merki. Rottan er með peningavitt, góði viðskiptum og fjárfestingum. Það er bara Stóni, brokkatlega pikið þar sko. En það stemmir samt eiginlega ekki sko. Hún segir það er bara góði með metna og frumkvæði, ok. Abin er snjall og fyndin. Já, við ætlum að fara í kortmyndur frekar og Steindi þú ert með það í dag. Og er þetta ekki allt eitthvað tengt nýja ári? Abin er trúður sko, Abin vill að hafa hann er nú apa og rottur, það vilja allir frekar vera Abin og rotta. Það bara segir sér sjálf. Abin er fyndin. Abin er fyndin. Herru, ég ætla að henda ykkur í How do you do fellow kids. Það er komnir og kortmyndur frekar ekki? Og kortmyndur frekar, nýjás edition á báða liði. Því að það eru komnir nýju frasar, einstaks gamlir frasar þá mæntalega. Ok, svo erum við með hvað stóð upp úr árinu. Við ætlum að fyrir það í blöðkastinu en náðu ekki daginn. Við ætlum að taka það hér. Bara hjá okkur sjálfum. Já, bara hvað svona stóð upp úr 2025 og já, svo eru bara fasti liðir eins og venjulega þarna. Ég held að fólk sem farið að þekkja margt af þessu. En ég er að spara að byrja drengir á vorum við búin að tala völvuna? Já, þú varst búin að kynna hann. Já, hún kemur eftir. Erum við bara við í henni? Nei, ég sko eina sem ég let spá fyrir ykkur báðum og Richie og Shea Joe. Shea Joe hann er vísvitandi að forðast mér núna á Messenger. Hann er bara að sína. Ég segi, þetta er lausi síma við ringjum og spáum fyrir þér. Þetta vill hann það ekki. Kanta á síman, 15 ára tökunum. Getur við kanta að ringja út? Ekki ringja bara eftir í Shea Joe. Ég náði að ringja í sveppundaginn. Já, þú þarfst að ringja náttúrulega. Ef sko Rikki og Jói er að fá spá, það þarf að þurfa að vera á línunni. Það heyri ég mér beinni bara. Ég verði að geðu þetta að fá álur spá fyrir árið. Það er alveg kaps gegn völva, sko. En við ætlum að byrja þáttinn á mínu mati, lagi ársins drengir 2025. Mitt faglega mat og ég held að séu margir sammála þessu faglega matið því að þetta er með yfir 1,5 miljón spilanir á einu ári. Þetta er okkar besti maður Birnir og lagið er LXS. Var þetta ekki besta lagi á árinu? Þetta er eitt af með ekki? Eitt af bestu potið. Take it away. FM 957. Munurinn á mér og þér að ég er á þessu. Þetta er að okkar mati lag ásins hér í FM 957 LXS. Birnir Hann hefði mátti hendi eða lúkkar eins og rotta. Er það örgulega rotta? Hann segir snákur. Já, eftir að vitna þetta í kýmisku stjörnusbyggina. Já, þetta sýsti minn, hún dregi. Það er þetta rosalegt. Það er eftirsóttasta, segja þér. Það er dregi. En er ekki bara komið tíma á slúður? Jó. Ég er með ágættis pakkandi ykkur drengir. Ég ætla að byrja hérna á dramatíkinni sem er búin að
Beckham fjölskylda. Já, búin að koma nokkru sem Ég hérna í nefndi þessu ekki stóri. ít á fréttir, ég vissi að þú myndir koma með skýrslu en það fátu bara hér. Þetta er orðið eiginlega bara svona óþægilegt Já, og þetta er bara löngu- kjánalegt. Þetta er löngu orðið Ég óþægilegt. er bara döð vorkinni David Beckham og Victoria að þurfa að standa í þessum sangarsaleik. En sko málið er að þetta er fjölskylda sem elskar að náttúrulega, já, og er bara business fjölskylda, lifir á því að vera á forsíðunum. Þau vilja ekki heldur í alveg að þau sé að sækjast í þetta. Ég meina, ég ætli Svona er að tala ekki við. Já, ég meina, ef þú myndir kíkja á Til þess að vera hvað á einhverju fossið og einhverju blaði. Nei, en ef þú myndir kíkja núna á ásifiliti hjá fyrirtækinu, þá held ég að Beckham hafi sendt fleiri nærbuxur í ár enn í fyrra. Eða ekki? Tengist ekki neitt. Þau elska þetta. Nei, ég get lofað því að þau elska þetta ekki. En allavega þá sko, þetta er svo kjánalegt allt saman. Þau voru að skjóta, að fólk vil svona meina þau hefur að skjóta hvort annað núna yfir hátíðarnar. Sem sagt, leikonan Nicola Peltz, ég vissi ekki hún venni svona hún væri leikona. Er það konan hans? Konan hans hérna Brooklyn. Og hún var Út af hverju byrja þetta, sorry? Hvað er málið? Þetta byrjaði Þú var að gleyma því. af því Í að brúðkaupinu Mark Anthony sagði í brúðkaupinu að hann vildi fá fallegustu konuna í salnum upp á svið og það var Victoria Beckham en ekki svo Nicola Peltz sem var að gifta sig. Og Hún fór inn á baða og gráta og það er búið að vera bíf síðan. En þetta var mammans. Þetta var Mamma mammans. Brooklyn, já. Já, þannig að þetta er basically eins og ég væri núna að gifta mig einhvers staðar, bara hlékar í Mosfellsbæ og ég myndi segja, heyrðu, ég væri til að fá afsakið, röddin að gefa sig ég væri til að fá ég væri til að fá huggulustu konuna í salnum upp á svið. Takk ég vel á móti mömmu minni. Nei, þetta var eins og þú værir að skemmta í brúðkaupi mínu Já, og myndi segja, herri, ég ætla að fá fallegustu konun í salnum upp á svið, Hatti í mamma söta Já. og Rakel myndi verða brjáluð og fara inn á bað og þetta er vinur þeirra, þetta er ekki Já. fjölskyldumælum þessi maður. Mark Anthony Já. Reign over me, veistu ekki hvað þetta er? Já, fyrsta lagi sem Þetta við fjölskyldum við Fyrsta lagi sem við spiluðum en það Já, Hann var ok. giftur Jennifer Lopez líka. Besta Veist ekki besta hvað Mark lag Anthony en hann Get ekki er- sem fengi Rain on me í dag Já, ég hendi það á eftir. Hann er ekki tengdur þessari fjölskyldu neitt. Bara vinur. Já, Já. þannig að hann Þannig byrjaði þetta bíf. Og hvernig ósköpunum, hvað er að gerast? Akkur, Þetta fór svo illa en Nicola Peltz Jesus Christ. Victoria hefur kölluð fallegasta manneskjan í salnum og farið upp á sviðið en Já. ekki hún. Hann Já, þetta er mamma brúðgum Svona Ég að veit fara að halda ræðu. En ef þessi Nicola Peltz væri Já, ég myndi segja bara eðlileg þá hefði henni verið drullu sama Auðvitað. þó að Mark Anthony sagt maður var fallegustu konin og hún er bara að klappa og setja þarna brosandi, sko. Já, sjálfsög. Þannig að þessi Nicola Peltz virðist vera an idiot. Hún allavega, Brooklyn, hann stendur með konunni sinni og mætti ekki í 50 samanlega á pappa sinu, mætti ekki heldur þegar hann var riddaði, hvað heitir þetta, Sir David Beckham, En það hlýtur eitthvað að hafa gerst til kjölfarið. Hún fyrir hann að gráta og þá fyrir hann Brooklyn og segir, heiðið ástu mín, þetta er nú bara rugl, núna reynum við að hafa gaman. Hvað vill sér þetta? Eitthvað svona. Og Victoria kemur þarna til þeirra og það hlýtur eitthvað að gerast á milli Victoria og hennar, af því að þetta er ekki nóg til þess að fara í 3-4 fílu. Já, ég veit ekki hvort það gekk eitthvað meira á þarna. Nei, það er eitthvað ósagt þarna. sko, þetta er nú þannig að bara Brooklyn, hann er búin að hætta Brooklyn? Ég misti tönn, hann að tunganum við rekst alltaf í þetta kæft það. Ertu býtu, er ég að komast því? Ert þú einn af þeim sem segir kjúklindur? Segir þú kjúklingur? Nei. Ekki kjúklingur. Með tveimur tíum. Tungan er alltaf að rekast inn í. Já, 2 fullorðna vini sem segja kjúklingur. Kjúklingur ekki kjúklingur. Segja kjúklingur. Já, með te. Kjúklingur, já, þetta er algengt. Ég ætla að þú var einn af kjúklingsmannunum. Nei, ég fæ skít fyrir að segja serjós. Seriós. Það er líka stór fyrir að segja seriós. Seriós. Segðu bara seriós. Mækari segir líka seriós. Það er S-E-R-J-O-S. Seriós. Það fókur serjós. Herru, ok, vita kannski allir bara hvað ég er að tala um þetta. Nei, ég veit ekki neitt um þetta, sko. Jólinn byrtu David og Victoria myndbanda sér dansandi við lagið We've Got Nothing to be Sorry For sem margir túlkuðu sem svar til sonarins. Nú verðist Perl hafa bröðust við með sínum hætti. Hún byrtu á Instagram með tilvitnun í frönsku leikunna Birgit Bardot sem að lesta þarna daginn. Ef ég geti breytt hvernig fólk kemur fram hvert við annað myndi ég gera, en það sem ég geta ekki held ég mig við dýr. Þá svona eins og að vera að skjóta á þau sem sagt, Beckham hjónin En þarna til dæmis get ég gefið smá sokk af því áðan varst þú að segja að Beckham hjónin væri ekki nennesu. Af hverju ættu þau þá að sitja inn á Instagram sitt sem er mörgum miljónum followers, eitthvað svona Lagið þarna We've Got Nothing to be Sorry For í staðan fyrir að vera bara heim mjólun að spila eða eitthvað. Af hverju væri það að setja inn? Þetta er af því að þau vilja
front page, þau vilja halda þessu uppi. Það kemur ekki svona óvart þetta að vera gerfistríð. Nei, Jú. heldur hann myndi ekki mæti 50 samanlega á babba sinn? Ekki ef það, þú veist, þetta er bara business. Nei, heldur það ekki? Akkur Aldrei ekki, þetta var Nei, hann myndi ekki halda alvöru það. beef, En af hverju þetta er David Beckham og Victoria sem vilja ógeðslega mikið, mest í heiminum, kæla þetta stríð, sem fara á aðfangadag og setja inn eitthvað diss fyrir framan alla. Svo var það kannski ekki diss. Finnst Það þér var ekki bara eitthvað skrítið? lag undir. Þetta er, ég er að segja Já, ok. Fyrirsagnir, þetta eru til að selja fleiri nærbuxur. Talandi manneski sem hattar ekki fyrirsagnir að þá er Kim Kardashian næst hérna í slúðubakkanum, pappiðin verður ánægð með það stendi. Já, hann er a Kardashian. huge fan. Sko þetta, ég verð að taka hans upp hanska núna fyrir Kim Kardashian. Hún sem sagt gaf börnunni sínum hunda í jólagjöf. Rosa svona sæta hvolpa. Einn Og- mann. Já, og Og akkur ekki bara kaupa hund á heimilið? það er nóg til hann að maður. Nei, við sko mikið vesen að eiga bara fullt á hundum. Ég held nú sjálfur með aðstofamenn og eitthvað sko. Já, við getum ekki komið bara heim með eitthvað 6 hunda. Ég held að þetta er fyrir ykkur Það situr 4 að alltaf sjá. hliðina, sko. Þetta voru 4 hundar. Og Það er bara stórmál að fá sér einn. Ég er búin að byggja hund núna í svona 5 ár heima, sko. stutt í hundin í okkur. Ég bara er að ennþá að berjast fyrir hundinum, sko. Þetta gæti verið árið sem að þeir eru hundin. Sigurum vill meina að mér og krökkunum langs í hund. En þetta er allt flöskuhálsin í þessu að henni grunnar að þetta myndi falla svolítið á hana fara svo út hundin Sjá um hann. eftir fyrstu 2 vikurnar. Ég skilji. Þannig að ég er basically verið að trýta mig eins og krakka. Það krakkar er alltaf, þú veist, æstir í hunda og klassíska formúli er að fara út með hundin í 2 vikur og hætta því síðan. Ég er komin undir þann hatt líka. Sem er skemmt. Þú myndir ekkert mikið vera að fara. Jú, ég myndi alveg fara út með hund. Já, mér finnst það bara gaman. Okay. En dýraverndarsamtökin PETA hafa harðlega gagnrýnt Kim Kardashian eftir að hún gaf 4 börnum sínum sinn eigin hvolp í jólagjöf og setti myndatinn á Instagramin sitt og Ingrid Newkirk sem er stofnandi samtakana sagði Kardashian frekar að þetta ætliða dýr úr dýraatkvörðum. Hvolpar eru ekki bánsar og það er sorglegt að Kim hafi mistað því tækifæri að vera talsmaður munaðalausara hvolpa í staðinn hún réttilega gagnrýnd á samfélagsmiðlum og þá vistur að rakka hana niður af því hún keypti 4 hunda. Af hverju má hún ekki bara kaupa hundin sem henni langar að kaupa? Nákvæmlega. Allt brjálað að hún keypti hunda handa börnunum sín. Já, ég meina þú getur ekki neitt hana til að fara og kaupa ná í hundana í atkvörinu sem er fallega gert, skilur þú? Fólk sem gerir það er gott fólk en ég er að segja, kannski er það bara ekki það sem hún var að leita eftir. Svo sagði hún hérna í lokin, formaður PETA samtakana að hún getur bætt þetta upp með því að láta börnin taka þátt í sjálfboðastarfi á dýraatkvörfi eða styrkja starfið, basically að biðja pening. Þetta er grill. Við tökum upp hanskan hérna fyrir Kim Kardashian. Þetta má hún gefa börnunum sínum hund. Já. Það ég haldi þetta. Herru, þá var það loka slúrið og það er J-Lo. Þetta eru alvöru nöfnir þetta. Það er Beckham, Kardashian og J-Lo. Það er stónöfn. Já, hún var að halda tónleika í Las Vegas. Ég held að það kom með eitthvað sjóð þar. Og heitir Up All Night Live in Las Vegas. Við erum ekki búin að vera í mörg ár þar. Up All Night. Up All Night, er það? Þetta var alltaf eitthvað sýning sem að ok, hún hefur kannski verið að byrja bara aftur. Það getur verið, það er alltaf að tala um að Vegas þú farir þangað og svona klárir ferilinn. Þá tekur þar bara kannski 5-6 ár. Adele var þar daginn samt sko. Já, einmitt. Það er ekki bara það. En þú veist, það er oft talað um það út og kannski, þú veist, bara nennir ekki að fara að túra heiminn, þá ertu bara á einum stað, tekur 5-6 ár. Hún er bara flutt. Já, og hún var sem sagt að svara her haters, eins og hún segir hérna, hún var að tala eitthvað milli laga og sagði að hérna hún sé búin að sjá mikla gagnrýni sig á netinu að hún sé 56 ára og sé svona fáklædd upp á sviði og sagði þeim að þegja þú myndir klæða þig svona líka og verð með sama líkama og ég byrjaði svo lagið. Það var bara mic drop hann hjá henni. Af hverju má hún ekki vera fáklædd upp á sviði? Það er bara sama hún var að segja. Ég sammála það. Þetta er eitthvað alveg sjó, veist, ég myndi alveg vilja vera svo J-Lo við verðum í Vegas. Hún er alveg lög. Herru, þetta var slúðupakki dagsins. Ég meina, ef þú getur tala við grasrótina í AC klúbnum, það er hægt að milli fara þetta yfir einu sinni hangað sko. Taka Vegas. Þá getur þú séð J-Lo. Þá getur þú fara á J-Lo sko. Hún er ekki mikið í AC. Fyndi þú segir AC. Mér fannst hérna bara þegar ég lappaði út í dag og fór í vinnuna og leið með pínu eins og ég væri í AC. Ógeðslega kalt, allt eitthvað en ekkert í gangi. Engin á ferð. Já, ég bara hefði það er ég á leiðinni
Til að harras Herru, við skuldum auðlýsingar, svo það völvan, spurningakeppnin og fleira. Topp tónlistarstöðin FM 957 Þetta var lokalagi í skaupinu. Jón Jónsson og Silvíja Nótt. Einhver þarf að segja það. Frusulag. Já, það var alveg spenning. Gamlas á Silvíu líka þetta. Já, skemmtilegt og algjört partí í þessu lagi maður. Og svona bara Og geggja. Jón náttúrulega var í skrifteiminu. Já, Þannig hann, á sluta af þessum hrósum á skaupið hérna. við munum spila þetta lag á næstunni. Ekki spurning, en talandu nýtt áramótaskaup og annað, þá komið að Völvu F95 blöð sem að, við Steindi þekkjum ekki, en Egill er búin að vera í bandi við hana síðustu ár. Það alltaf margir, það eru margar völvur til. Það gerir alveg vel skeignir sko. Já. Ég fer alltaf í bestu sem er retired, gerir þetta fyrir mig. Þetta ferð á Akurinn í þyrlu og er þetta bara svona eins og byrjun á kommandósa? Þú bara mætir og... Hvar býr hún á landinu þessi? Ég ætla ekki að gefa neitt upp. Þetta er ekkert að fara að trakka þessa völvu. Nei, ok. Þið hafa oft verið mjög reiðir, þið er alltaf ánað með völvuna. Hún er mjög jákvæð þetta. Nei, ég við það, núna maður fær bara flashback. Ég sendi mynd af Steinþóri, sendi mynd af Blöð Þetta er alltaf og sami Joe og Richie. Ok. Svo ég fekk ég bara skýrslu. Þannig að Og á hverju með ætlar að byrja? Herru, já, ég þarf náttúrulega að tjekka hvort að síminn þetta virki. sko, Byrja okkur bara. ekki byrja bara á Blöð, svo Stoney, Ok. svo Joe, vonandi svarar hann. Já. Ef ekki, þá King Richie. Ok. Já, hann á að vera við síman sko. Erstu búin að senda á hann að vera við síman? Já, Ég sendi hún að ringi fljótlega. Jói sínaði bara. Herru, ef Jói sínaði og svaraði ekki, þá getur bara sagt þér að Þetta vill hann ekkert verið í Og þessari hann völvu. er active now sko. Hann vill enginn verið í þessari völvu. Hann er að vona að ringi mikið. Jó, þetta vil fólk verið í völvunni. Herru, hann var ekkert mann í völvunni þar og sagði að hann myndi sjúa fyrsta tiklingin á árinu. Já, það heldur hann ennið þessu. Það er ekkert svo slæm. Bara fullorðinn maður. Ég segi það ekki. Ég átsósaði þessu konsepti. En það var faglega mat þessara völvu að Jóhannes Ásbjörnsson myndi. Ég er ekki hissa á hans, ég hætt að því að stendst aldrei neitt á hann hann. er gagkinuður. Já, þetta er bara stættilega stemningsmaður. Herru, Það byrjum bara ok. Blöð. Auðun Blöndal á frábært ár eins og alltaf, segir völvan. Hann opnar kaffihús í Fossvoginum og verður þá einni nóttu vinsalasta kaffihús landsins. Á einni nóttu. Byrja vel. Það er nú bara pepp. Það er stemming að þessi kona verið til í alvunni og væri skegg. Ok. Neskegg, nú hún er til. Það er hægt að fá sér gullæt og krana og bara frábæra mat og alltaf fullt út af dyrum. Ekki nóg með að staðurinn sé frábær, heldur með Auðun Blöndal sjálfur dæla bjóri glösinu af fólki, berað ofan á barnum með þykkt sítt ljóst hár. Já, ok. Þú vilt meina að ég farið til Tyrklands. Og litun. Það er einmitt það sem hún segir, Auðun Blöndal þetta er Tyrklands og hún er að fá sér glæni tár. Þú veist að Blöð er dökkar en hann líka farið í hárlitun. Ég fengi hár, þá myndi ég farið í strípur. Já, ég segi svo allt sko. Já. Á ég Ákveður að- ferð þú aldrei í strípur? Ég Hvað er bara, að þér? hef ekki pælt í því. Og þetta er aflita. Þá farið í hitan og svo farið í vaskinn og þetta er ekki eðlilega mikið veisla sko. Var ekki gríman? Er þetta ekki plokkuð hári? Jú. Gegnum grímu? Eins og alþjóð veit þá er Auðun Blöndal á hrossaflugulista hjá sveikurum út um allan heim. Hrossaflugulisti fyrir þá sem ekki vita er listi yfir þá einstaklinga sem er mjög einfalt að svindla á. Auðun þarf að skipta kreditkort 7 sinnum á árinu eftir að hafa ítrekkað smelt og linka sem hann fann senda í tölvupósti. Ég er hættur þessu núna, bara svo við það. Ég get lofað ykkur því, það er áramót þetta. Ég er bara, þið megin munið þetta er bara 2. janúar, F95 blöð. Ég fæ ekki nýtt kort á Ég þessu samkvæmt ári. völvur þetta fara á 7 Já, bara ný kort, glemdi. Þú ítir á alla linga. Nei, ég er hættur því. Ef þú sendir Auðunni Blöndal link þá mun hann smetla á hann án þess að hugsa sig í 1 sekúndu, segir völun hérna. Auðunni svo tekin á teppi á bankanum sem þeir eru í fullir vinnu að gera hann í kort og hann og segja að hann fái ekki fleiri kreditkort. Þannig Auðun Blöndal þarf að fara í debitkort eins og Steinþór Hróar vinnur hans. Já. Og Auðun Blöndal setur svo debitkortið í physical veski sitt. Ég er með debitkort í physical veskinu mínu. AI-byltingin henda Blöndal ekki vel. Hann ræðir aldrei við gerfugendina til að sleikja hann upp eins og allir og er drepinn fyrstur í lok árs þegar AI ræðskeitt mannkynnu. Helviti þróunin söð. Er eigi að fara að ráðast á heiminn bara í loka Ég var að vona að það væri svona 10-15 ár sko. Þannig Já, að, lámark. sko, ég ætla að vona að þessi völva hafi ekki rétt fyrir sér. Því að basically það sem þú ætti að segja hérna er að ég opna kaffihús eða hverfistað sem gengur vel, Já. ég er með sítt hár, Já. tapa 7 kortum og svo drepi. Hvers konar spá Þetta er er þetta? bara- Þetta er svona heilt yfir jákvæð sko. Nei, En hann er lausnin deyr. En lausnin alltaf er að byrja að tala við gerfugendina. Þú ert ekki svona búin að setja það upp. Þannig að þú vilt meina að AI sé að fara að byrja bara á þessu ári að fara hérna að taka
Já, þú veist, þetta er þróunana hún er mjög Og er mín völva Og búin? sáttur við mig auðun, segir hún Ég var sáttur við byrjununa Ok En mér langar ekki að eiga í ráðust á mig í loka ás Nei, mér Það var finnst smá skellur. Já, skellurinn í þessu náttúrulega að þú deyð Og svindla á þig reglulega, sko Já, ég er ekkert að fara að fá 7 nýtt kort Það verður ekki 1 nýtt kort á Já, það er reyndar stór orð Já, ég lofa þér Steinþór Hróar mun eiga sitt langbesta slef ár Hún byrjar rosalega þín Byrjaði allavega, þú veist, á einhverju jákvæðu Í alveg Steinþór mun slefa vel yfir 200 lítrum 200 lítrum Sko, það er mikið Það er ekki hægt að slefa svo mikið Nei, þetta er tótal Já. Ég meina, hvað þú slefið mikið á hverjum degi Þú leggur til allt í eitt glas Ég slefa bara ekki neitt á hverju Ég slefa bara sem 3 og 4 sem ári Það er bara í flugvel Já, bara ekki einu sinni alltaf skilur Hún við. segir- Nei, slefa kannski einu sinni flugvel á ári En hún segir hérna sem er árangur og heimsmæli hvað hún er rósaðir Þetta er ekki hrós Steindór setur heilsuna í forgang á árinu og fæði sér gufu í garðin og patelvöll í garðin líka Já, Það verður stemning hjá mig á Steinþóri þegar að stemningsmenn og Mosó mæta til að nánast á hverjum degi í í padel. patel og gufu Já. sem enda svo alltaf að heitu pott og bjór Jögvan er 10 gestur, Egil Jölgerinni, Svanþór Einarsson, Fastinarsali og Simmi Vil svo einhverju séu nefndir, það verður stemning Já, þetta er bara hljómar eins og Alltaf- bara alveg Þessi stemning meistarar alla daga Ég meina, þú ert komið guf og patelvöll í garðinn Það gengur ekki bara vel á Steinþór en hann lendir í því þegar Auðun Blöndal vinnur hans panta bjór yfir látnum manni það náðist á mynd og vídeo og fer viral á TikTok lendaði félagar í smá leiðendu þar þráttur að Steinþór hafi ekki panta drikkinn og tók hann glaður á mótunum og skelltur hún niður þannig að það var svona skítur eins og þú farið þarna held ég Já. það hefði satt nei við blöð Ég náttúrulega hef séð þetta gerast áður Þú tókst Nei, drikkinn hann þar var ekki líka látin Nei, hvað er Nei, hann var bara meðundalaus Já, Nei, þú veist hann var ekki heldur, ég nenni ekki að tala með einu sinni Hann var alltaf Bara, við erum bara, þetta er svona 100. fólkin skiptir sem við fyrir yfir þetta Hann var bara í tómi. Steindi fekk sitt gin og tónik líka Hann var í tómi tjóna Já, það er næsta Steinþór hægir sér eins og reglulega eins og annað fólk og við eitt af þeim skiptum á salverðin og sín gerir samtalsfélagi þau mistu ekki að rífi hurðarhúnin þó það var læst Og skrifir engaski Í rauninni það verðist að vera nóg hann að bara rífi húnin Já, ok og það var sérðarlega raukt Já þú veist, þú þarft ekki að rífa þannig að þú veist það er almenn leiðind að sjá raukt og samt rífi húnin Sér hún hvort þetta séu um blöndalega? Tekur Steindi það segir sterakast samstagsfélag að Steindór brjálast það ríkur fram, snýr niður samstagsfélagið sín og svæfir hann og er hann þá sendur í 10 dagar leyfi á sín en fær að mæta aftur, þetta er ekki rekin Bara leifi Það er gott og með hverjum deginu líkir Steindór meira og meira 67 ára gammal konu og endar árið sem 67 ára gömul konu Það er betur en og ertu sáttu við mig Steindór? Alls ekki Það er bara ræðileg spá Þetta var Heilt yfir var þetta ræðilegt Slefar Nei, þetta var patel í garðin Jó, já, ok, og reyndar gufa og patel Jökvan hjá þér öll kvöld Já, ok, ég geði það, það ekki? var ágætskaplega En þá er Rikki og Sér Joe eftir sko Það er ok. Prófa Sér Joe, hann alltaf aldrei var að svara Það sérstaklega ekki að ringir eitthvað svona fyrirtækjunum Jú, hann veit þegar maður ringja Sér Joe þekki númeri hér Hvað er númerið það? Ekki hugmynd. Er það ekki eitthvað, stendur ekki 957? 570 09 Málega, þetta er ekkert svo löng hérna Jú, en mér völva hjá Sér Joe sko þannig að Hvað gerir ég svo til að ringja? 15 ár sko Eitt símtal Goddammit Já, það taka híti Ítti bara einhver dag ringi ég? Hvernig ringi ég? Þetta er bara einhver taka Núna var ég gott Örgulega að takk yfir hliðin á Þú veist Núna var ég gott að vera mikið einir í vinnunni Ég er búin að stempla númeri Nei, ég trúi þess ekki Það heiti á Það er þetta engin á hæð Býttu Nei, til að bara- ná í einhvern bylgjunni Þeir eru í keislu hinna með þannig að faru gattu rólega að þeim Hvað hérna? Já, þeir ekki mynd af síma þarna eða eitthvað hvernig Nei, það er bara engin mynd af símaðinu Hæ? Hann var að segja að þeir eru live Get þannig ég Hörðu Við þurfum bara að fara í lag og svo Bíddu. tökum við Sér Joe og Nei, ég ætla að koma yfir Ég hef aldrei séð þetta borð Ég ætla samt að Já, hvað á að íta þetta? Ég er búin að íta á Ef að þið tekst að leysa þetta og aldrei séð takaborðið sko Búin að íta hvað, hérna Já, sérðu, ok, nú ætlum ég bara að droppa þessu Shit, Ger ég hvað aftur Hérna. Hörðu, nú heyri ég svo að kemur sotn Já, ég náðu honum, svo bara veit ég ekki hvernig ég ringi Þetta er great comedy sko Ég þarf að Og hvað gerir svo til að ringja? Enter Ég þarf að record it og put the shit on my gram sko Já, hörðu, Það tókst maður ég náðu að ringja Vel gert Þetta er Jói Hvað á ég að íta á enter?
Já, finnst það ekki skrítið, þetta ekki að vera bara símið hann Við grunar hann sé að horfa á síma núna og að leika sér að svara ekki Ég er líka bara að hann heyrði Shit Joe Eru tveir svona? Halló Já, góðan daginn. Já, góðan daginn, Jóhannes Ásbjörnsson Hvað segirðu? Hvað segir? Ég segi gott maður, ég er búin að vera að býja eftir þessu síndali. Já, ok Þú svaraðir ekkert á Messengeri hvort þú væri laus í síma Ég bara gleymdi því. Okay. Ég sá þetta samt og var með þetta bak við að heyra. Ég er rosa lélegur í þessu svona, betri að svara bara í síman. Já, ég Allt upp á 10 Gleðilegt ár Já, gleðilegt ár, takk fyrir gamla Sömu leiðis, elsku drengið mínu, er fullu bátur. Fullu bátur Já Sko, málið er Geggjað dæmi. ég sendi skygnustu völvu landsins myndaðir, Jóhannes Ok, Og hvaða ég- mynd? Ég fann bara huggulega myndaðir Þú ert mjög sætur, þannig að það var ekki erfitt Og, Já, þakka þér fyrir. og mér langaði bara að lesa fyrir svona hvernig árið það verður, ef það er í lagi Ef þú vilt heyra hvernig Já. árið mitt verður þá er ég að fara til Tyrklands fæ nýtt hár tapa 7 kreditkortum og degi í lokás Helviti gaman að Helviti þessu væri það nú. Mitsu við blöð. Ég byrja árið að slefa ykkur 200 lítrum en annars er þetta bara fínt Sko, það sem hún segir hérna er að Jóhannes Ásbjörnsson eða Cocksucking Joe mun eiga ennina ferðina frábært ár Shit Joe vaknar alla daga í sínum 500 fermundrum brosandi út af eyrum fer svo í ræktinu morgun til engaþjálfar hans og eftir það fer að græða enn meira cash Byrja vel Það heldur áfram að ganga vel í öllum þeim fyrirtækjum sem Jóhannes á ekki eitt sem klikkar Ofan á hvað gengur vel í viðskiptum þá Jóhannesi, þá gengur enn betur í engalífinu þegar hann getur sinn annan titling á árinu Það er ekki hægt Annan á árið Það átt að segja þessi búin Hann tók Nei, annan í sögunni. Já. Það sagði annan á árinu þannig að Já, sko það er annar Jan sko Ég er ekki búin að geta titling frá því að nýja ári. Þetta er ekki hægt Shit, ég sagði þetta svo hátt, ég er í bónus sko, það leikur svona 20 mátt Já, segja svo kemur hún völvan, já, hún kannski orðaði þetta ekki nógu vel hún er að meina þannig að þú ásteitt hann árið og svo segir hún, Já. þannig að það kemur skemmtilega óvart að þetta var ekki einangra tilvik hann árið, segir hún og svo Þetta segir er svona munstur. Svo segir völvan en það er ekki það, en svo segir völvan hérna það er ekki það eina því að frúin mætir heim með glæsilega peggræju og fær Shit Joe að njóta hennar 3-4 sinni viku í hverri viku út árið Það er náttúrulega ævintýri. Jólapegg. og svo endar hún á ertu sáttu við mig, Jóhannes? Já, ég sko ég get ekki verið annað. Ég meina, bæði náttúrulega bara gott að vita ákveðinu stöðuleika svona í efnahagsmálunum og svona í bland við einhver ný og fersk ævintýri. Þetta er eiginlega bara fullkomin Þetta var skrítnasta völva sem ég hef hýrt á æfum Ég er líka að fá þetta bara í bónus Ég er bara að byggðist afsökunar á þessu Jóhannes Nei, það er engin ástæða til. Ég tek ykkur fagnandi í hvaða mynd sem er. Þið vitið það. Við þurfum að taka þátt í keiluhöllin líka Já, Já, við erum heldur betur. beinni frá keilu Neglum okkur í gang með það, sakuminnir, og njótið ásins. Takk fyrir mig. Sömuleiðis, takk fyrir Það var hörku spá. Já, Alrighty. rosalega spá Bye Greið, drengur Hann er bónus bara Það er kannski ágætt líka bara að minna hlustendur á það Hann er kostandi þáttar Hver heldur að ringi kostanda sinn og segja þetta Já, bara ekki hafa þetta eftir honum Herðu, Það er Ritchie það er Ritchie, maður sjá, núna kann ég á síman Það er allir búin að fá heldur góða völvu nefnilega sko. Finnst þið Alls það? ekki Já, þetta Hvernig getur þú sagt að mín sé góð? Herðu, ok, maður sjá Já, mín var eiginlega er verri Rikki Það væri gaman að spá bara fyrir öll Þá þetta bara lengi Bæði Rikki og Jói eru með rámdýr símanum Herru, strákar, akkur tökum við ekki sér þátt næsta ári Völvan, bara 1,5 tími og bara svona 15-20 manns í völvunni Og syngi alla Nú það er ekki að svara sko Rikki á það reynda til að láta þess að sé rosalega busy alltaf Er sko hann að horfa á síma núna og leika sem það svar ekki það? Hann sagði no prob, rindu út sann sko Hann er ekki að svara, hann Rikki Jó, ég er En sko hérna
kannski er hann með á silent. Hann sleppur ekki, þá ringjum við bara í hann eftir. Já, hann fæði sína völvu hérna. Já, hann, sko með þess að Set Jó svaraði ekki á Messenger, en hann svaraði símanum. Rikki svaraði á Messenger, sagði no prob, og svo ringir út. Hvað er hann að gera? Já, ég veit ekki. En hvað er klukkan? Er komin kvöldmátur? Nei, 6:53. 5. En þá bara förum við í Rain on Me eða eitthvað geggja lag og svo förum við bara. Já, við þurfum bara að ringja hann eftir Það verður að fá þess að spá. En ringdi hann bara. Ég er líka spenntur að lesa hann. Ég lesa þetta bara í fyrst skipti. En blöð, ringdu bara í hann á Messenger í símanum og settu upp við mækin. Hátalan. Já, sko, hann er offline, sko. Ég sendi hringju fljótlega gamli fyrir sko 20 mínútum og hann er ekki sem að sína það, hvað er hann að hrista sig það? Ég veit ekki hvað hann að gera, allavega það verður ringt í hann eftir og já, þetta hérna lag er fyrir Egil á meðan. Takk. Þetta er FM FM 957 Það er að hlusta hér á FM 957 á FM 957 og það er skemmtilega til að þetta var fyrsta lagið sem var spilað í þessum útdagsvætti fyrir rúmum 14 ára síðan. Rosalegt lag, maður. Og Rain over me. Alltaf að tekið þetta í brúðkaupinu hjá Beckham. Það er líklegt. Já, fyrst hann fór upp á svið, ætli hún hafði ekki verið inni grænjandi á meðan. Mark Anthony væri, ég myndi segja gamla og þú að taka Rain over me right now. Hann sögði allt upp á þetta. Já, vonandi, það er enda rosalegt að fá þetta lag í brúðkaupinu sinni. Sko, Rikki er ekki búin að svara, þannig að við klárum hann bara á eftir. Mjög forvitin hvað hann er að gera núna, drengurinn. En það sem við ætlum að gera í staðin er að fara, við gerðum allir lista yfir hvað stóð upp á árinu 2025, það er að segja svona hjá okkur. Já, okkur bara í lífinu. Já, Við erum bara að henda okkur í það núna. já, og bara fara hérna, hver veit byrja? Hvað er með marga hluti, maður sjá? Ég er bara með 4, Já, sko. ég er með eitthvað 5 hluti hérna. Ég get alveg byrjaði vilið. Já, Maður sjá. hvað stóð upp úr árinu hjá Agli? 7 hluti. Ég byrjaði í gólfi Já, í apríl. fyrsta, já, þú byrjaði bara þessu ári. Já, síðast ári. Já, apríl bara, 2000, það var ég með rétt kilva og byrjaði að kíkja á King Ívar Hauks á Spáni og svo er ég búin að vera gólfa hér og þar og með nokkra frábæra gólkendar hérna á höfuðborgarsvæðinu. Já, það var enginn farið jafn hart inn í þetta og þú þurfast að byrja. Þú varst bara í hermaður minnsta degi. Ég líka, veist, kann ekkert, ekki neitt og svo er allir félagi minn ekki eðlilega góður, þannig að maður þarf að hísja upp þessi á record time. Já. Svo kemur Steinþór inn líka og þessu ári myndi ég halda. Já. Þannig að það stendur upp úr. Ok. Svo var fyrsta skipti á ævi minni til Ítalíu þessu ári. Já. Ég hef aldrei fætt í Ítalíu. Á síðasta ári. Spánar 600.000 sinnum líklega. Aldrei Italy. Og varst ekki að dýrka Ítalíu? Jó, þannig að ég hef fór til á Lake Como og það var alltaf, það henda mér helviti vel það location. Pretty Boy, Sexy Rook sendi mér bestu ressana þarna og helviti var það. Bátsferður á hverjum degi og Sáu þau hvar hann var hérna mjólin? Bahamas. Það var eitthvað svifbretti hérna fljúandi yfir sjóin og hvernig virka það koncept þetta? Þú tróka maður í svifbrettunum? Það var rámt. Ég flög yfir sjóin. Ég þekki svifbrettin illa sko. Ég hef einu svona prófað þetta. Ég með þér. Já, nei, þetta var öðru í sig. Hann var eitthvað svona bretti sem er ekki að snertir ekki sjóin. Nei. Þú máttu kynna þetta í kvelli og koma með eitthvað skýslu fyrir okkur félagana á fljótlega. Þannig að hérna, já, og svo fór þetta í Róma líka, skoðaði Colosseum, þannig að djöfull hafði ég gaman að því. Já. Þannig að maður, þetta er gaman að vera í Róm og svo mikið af svona nörda tours sem er gaman að fara í. Já. Róm er svona eins og New York, mann ennir að túristast það. Já. Maður þarf alltaf gott að nördast. Það er líka íslenskur, eða sko að mistar út þessi býrana sem er með eitthvað Rómar ferðir og hérna, held líka pökku þar. Þannig að eldi bara hann mistar á þægilegt, en sko, já, svo hérna nummer 3, þetta er alltaf ok, það tengist eiginlega bæði 1 og 2, það er því að gólfaði á Marco Simone gólvöllunum í Róm sem er rætirvöllur 2023. Hvernig gekk þér á honum? Já, betur en á hérna hvar var það sem týndir Argentario gólvöllunum, þar týndi ég svona, ég vil ekki íkja 250 boltum og þegar ég fór 18 aftur og því ég var búin að týna 12 boltum á hólu 2 og sænaði mút. Þá nenni maður þegar þú gæst séð hvert bolti fór út af og þú gæst séð svona að leka mestilega 10 cm út úr braut týndur í alvöru 12 boltum á einni hólu. Það er rosalegt. Það er svona hátt grasið það. Já, þeir voru ekki búin að slá það í marga mánu út af einhverju hættu að kvikni í og eitthvað, það er bara frábært. Hann var erfiður fyrir sko. Þú veist, Rikki Gesaði með hann, þú veist, var í vesinum hann af öll og hann er með sko 3 í fórgjöf sko. Þannig að þetta er ekki fyrir
Trúð sem var að byrja Þannig að Marcus Simone-gólundu gekk með tölvöld betur En á þessum Og svo verð ég að segja fermingarafmæli fyrir nýjum blöð sem eitt rosalasta gig sem haldið verið á Íslandi Það var í maí hjá okkur félagunum Og I had a hell of a goddamn time þar Og þetta eru svona þessi 4 Allir Þáttur að verið smá vesinn þannig ákveðnum tímpúti og því giggi Fyrir utan það þá var þetta gaman Já, það var gaman á sviðin allavega Það sem stóð upp úr hjá mér 2025 við skrifum undir þetta með Körfustæðin að fara að opna hann, eitthvað sem við höfum lengi langt til að gera þannig að það var kvittað á pappira sem var helviti gaman Þú ætlar að opna fyrir sumar eða ekki? Þú ætlar að opna fyrir eftir sumar? Jó, við erum að bara, það er komið nafn Fossinn rosalegt Kíkja á Fossinn Taka 2 á Fossinum Við opnum vonandi í februar lok februar, það er allavega stefnan Það sem stóð líka upp úr er að ég fóð með Tedda Old Trafford Það er að fara með barnið mínu á Old Trafford er eitthvað sem við dreymt bara sinni var 30 og átti ekki eins og börn Þannig að það stóð upp úr Það var skemmtilegt Það var ríkilega gaman Þjóðatíð og höllin er ég með hérna Svo ammæli mitt í Portugal 45 ára Það var ríkilega gaman Og svo líka draumurinn var frumsýndur Alheimsdraumurinn á þessu ári Þannig að ég held að þetta sé svona Jú, og brúðkaupi og einu enni það var líka skemmtilegt Okkar maður að gifta sig Skemmt með konunglega þar Svo er þetta alltaf bara einhver svona ferðalög AC-ferðin var geggjuð þetta var góð AC-ferð það var svona stóð upp úr Og Cheltenham Mér finnst það ógeðslega gaman Cheltenham-ferðin maður Bett og hesta Það var algjör veisla helvítið skemmtilegt Ég var múin að gleyma því Það er til að heima á listanum það var bara einhvað svona gaman að prófa einhver nýtt Það var algjör veisla En já, June Boy Sko við náttúrulega erum svo mikið saman félagarnir að við mittum nú svona eiginlega að blanda þessu En ég renni samt bara á þetta Það er, ég ætla að taka hérna ferðirnar Það er AC-ferðirnar sjálfsögðu og Gamescom í Köln var rosaleg ferð þó að ógeðslegt location þá var samt góð ferð samt Nei, bara geðveikt location, það var ógeðslega gaman Hvað? Nei, ég bara held að þú hefði sagt að það verið eitthvað hrikalegt Þannig að þú fílar Köln Sagði ég það? Nei, ég hef kannski eitthvað annars að það þú veist, það er bara þægilegt Við vorum bara á hóteli, bara akkurat í bænum Stutt á pubin Gamescom Svo vorum við alltaf bara í höllinni Og þetta var bara, þú veist nördahátíð Já, alveg nördahátíð Og síðan hérna brúðkaupi einu Það komst á lista líka Það var helvíti gaman Það var helvíti Fyrsta skipti ég á mér á Kanari Oft er hann að eiginu hliðina og hann aldrei Kanari Það var bara drullu næst Kanari Ég er að spara að taka Kanari næst fyrir ekkert en tenni Það var fínt stað sem vorum á Kanari er nefnilega lúmst sko Það er gott stöf Og svo Jan Haxið Var ég búin að segja eitthvað frá janúar Haxinu? Nei Jó, þið vitið það nú Fara í 5 daga ballaus í janúarferð Já, alveg rétt, þú tókst það Tók það í Jan Haxið Já, ég er ekki með Jan Haxið í ár sem er skellur Á 5 daga ferð, engi kids Já, og það er svona jafnast á við að fara í svona 3 vikna ferð Svona hlaða batteríslega sko Já, með börn Á 5 dögum Á 5 dögum Já Að þú hleður þar Hleður betur heldur með börnin Ég hvet alla til að taka upp hefðina að fara í janúar Haxið þá fara í 5 daga ballus Já, jafnast á 3 vikna ferð Já Svo er ég með byttu nú Hvað stóð? Ertu með 10-15 hluti? Já, ég er með fullt á drasliðina Það er tilnefningar til sjónvarsveluna og sögubarna og djósa Mér þútti að væntu það Draumurinn, frumsýndur, það var stórt Og high quality TV Já, svo er ég með að tökur hófust á ljúfa líf Það er serið sem er búin að vera svo mörg ári í vinslu Það er gaman að vera að byrja á henni Já Og svo heldur áfram með þessu ári Já, og svo fannst mér gaman að sjá krakkana bæta sér svo mörgu Það var, þú veist, í fótbolta og dans og hegðun og aðalega hegðun Hegðun líka Og við voru að haga sér betur Já, við talum yngri Og við byggum til nefnilega hegðunarkerfi Hegðunarlímiðakerfi Sem við ætlum að taka upp frá ykkur Já, og hvernig virkar það kerfi? Það virkar bara þannig að, þú veist, þú fær velun, skilur Þú veist, þú fær límiða fyrir alls konar Og síðan færðu velun eftir, þú veist, 3 daga Svo aftur 6 daga, svo 10 daga Þú veist, þetta er bara svona hegðunar Og mikill munur Ég mæli með þessu Ég ætla að taka þetta sko, ég var sjálfur Fólk er að díla við svona stemningsböld Þegar ég var í fellaskóla Þá var ég með hegðunabók Og það var þannig ef ég var góður alla vikuna Fikk ég hímenkall En svo var það náttúrulega þannig ef ég var búin að eyðileggja mánuði eða þriðjudegi Þá var ég bara óþólandi Þannig að það ertu að koma nýtt kerfi Ég fekk minni gjöf ef ég var góður 3 daga
En He-Man kallaði var góður í 7 daga Og ég átti ekki það marga He-Man kalla Þannig að það var ekki að setja mömmu þá á hausinn En þetta svona einmitt Og þetta líka svona activity tengt Þú veist, eftir 3 daga þá förum við og gerum þetta Sem verður ókslega gaman Þú veist, ef þú færið einmitt, verða stærri því fleiri líf með þessu safna sko. Þetta þannig að með þennan upplestur drengir þá voru við bara helvítið sátt við 2025 ekki Jó, þetta var sko það var bara frábært ár ótrúlega skemmtilegt ár þóttu það hafi verið kannski svona hálf ógeðslegt ár svona globally reyndar stríð og alls konar viðbjóður En já, þetta var Grænu slímu og allt þetta Grænu slímu það lita ekki sjá sig Það er kannski eina sem við bara bjarga þessu Kannski globally hefur grænu slímu mætt Svart mannkjörna girða sig Og mannkjörni bara tekið saman höndum Herðu, við skuldum auglýsingar Svo það spurning hérna Gilsarans Við erum eftir að fara í kortmyndur frekar Sturlaða staðrendur og fleira En það erum við bara rétt að byrja En tökum auglýsingar fyrst Topp tónlistarstöðin FM 957 Allir með Steindi Junior og Stop It Go Þetta er hvað áramóta skaupið 2013 Þetta er 2015 Já, þetta var Þetta er gott lag Já, konceptið í rauninni að var nánast annað góðari Þegar allir voru komin á Teslunar og áttu allir að vera með í þessu góðari Já, allir með núna, ekki skilja okkur hinn eftir Það með ekki bara fara ykkur nokkri peningakallar í þetta Við höfum öll að fá að joina sko Það er stemmingin En sko, áður fyrir mig í kortmyndur frekar Ég hef ekki að tjekka Rikka, hann var eitthvað að svara En svo við getum klárað þess að vöðuna sína Það þarf að fá hana Ég er spenntur að heyra völvunans Rikka Já, ég vil að bara vantarlega frábæri svo allar hinnar giska á sko það er mjög jákvæði á þessu enginn búin að ránaði með sína Jói fekk eiginlega vest Gríði kall það er bóður múfið að Rikki myndi ekki svara aftur sko Heyrist það vera að gerast Er hann með pennan bara í síðunni núna? Hvað er í gangið? Erstu búin að senda á hann eða? Já, hann svaraði fyrir og sagði sorry, klár núna og sagði bara ekkert mál fjallega réttu eftir mestari Sá er upptíkin Þetta er bara málegur Það er brjálað að gera hjá Hann lætur alltaf þess að það er brjálað að gera hjá sér Herru, hann er bara ekki að svara Hvað er hann að gera þér? En hefur ekki bara að segja, fara yfir þetta? Nei, er síminn upp í raskatinaður er ég sendið núna Herru, það fyrir við bara í kortmyndur frekar Hann lítur að svara það að ringja Ef hann svarar á meðan, þá tökum við pásu í kortmyndur frekar Ekki spurning Ok, ég ætla að kveikja hérna á tónlein Það er nóg að gera hjá Ritchie annan í hann Hvað er hann að gera? Ég veit ekki Hann er upptíkin Það er með pínluti batn og hann er bara í fríi Bara með Tiny Baby Það er tekið síman samt Já, það ég haldi Herru drengir, það er áramóta svona nýjárs þema á þessu yfir spurningunum og ég verði til að myndu taka þessu alvarlega, velta steinum og gefa mér svar þannig að þetta er nefnilega núna Tökum við sér ekki alltaf alvarlega? Já, en málega er það, núna ofta er þetta ég veit ekki það, stundum er stutt í eitthvað barnalegt en þetta er ekki það núna Ok, fíla Ætlum við ekki líka að sína smá þroska 2026? Jú, þú veist, það er ein sem er kannski nei, þetta er ekki, þú veist það er ein hérna, nei, þetta er bara på 10 Ræðilegar? 4 sko Ok, Robert Ok, hvort mynduru á 9 ári aldrei ferðast hvorki erlendis nýja innanlands og þú ert bara, þú fer í vinnuna þú fer heimtíðin, þú fer í búð og svona, þú ert ekkert að ferðast hvorki erlendis nýja innanlands Það er hikast Já, það er ekki gaman eða að gista í hísi í hvert skipti sem þú ferðast Hísi bara svona eins og Það er ekki hræðilegu Nei, svona tjaldvagni Hjólhísi eða Þannig að ef ég væri á tenni eða í New York var ég þá í hjólhísi Já, þú þyrftir að vera bara, þú veist, samt inn í borginni bara ákveður tjaldsvæði bara, eða eitthvað hérna innanlands, þá þyrftir alltaf að vera í því Það er stemming Alltaf að vera með hjólhísi, þú ert að ferðast innanlands Það er bara annarkur íslendingur að því, sko Já, þú veist, þetta er, skilur, þetta er svona þið Það er ekki fyrir alla Þetta er ekki fyrir alla, þetta er ekki fyrir því Þú reyndir þetta einu sinni maður stuða, ekki að kræðilega Þú sagðist í rauninni alltaf aldrei aftur að fara í svona Ef ég fer í útilegu á þessu ári, þá ætla ég bara að tjalda Já, það er vist ekkert mál núna, bara blæsta upp og þarft ekki eins og þú veist reynsa klósettin Blæstu það bara upp Þetta er orðið bara ekkert mál, ég nefndi, ég held þetta væri eins og í gamla þetta, þú þurftir að finna allar rétta stangir og rétta liti og þessi þarf að fara ofan í þetta, en það er bara blæstið upp
Já, myndi við vantarlega bara með sko rafmagnspumpu sem bara tengi við bílinn og blæst upp þannig. Bara sem ég mun gera í sumar fyrir útilöðu. Það ekkert að blása upp sjálfur bara með munninum. Nei, ekki heilt tjald. Blása upp heilt tjald, það er að blása upp eina blöðru sko. Já, þú þarfst að vera með eitthvað að græður í það. Sko, þetta væri gaman að geta gista okkur hugulegu hóteli sko, ekki alltaf að hjóli sér, þetta er drefleðilegt. Mér finnst leiðið að tjá þér sko. Þetta er mjög létt spurning sko. En maður verður að velja hjóli sér, þegar annars er bara fest okkur. Þetta er eins og myndur þú fara til Tenerife og gista í ykkur tjalddag? Já, þá myndi ég bara vera mest úti, ég er bara mest á bakkanum eða okkur meitingastöðum. Ég held að ég myndi bara lítið fara erlendis og ég myndi bara vera að ferðast um landi. Meira hér, en þú hefur, ég held nefnilega, þú myndi segja, ég ætla bara að vera heima með mér í ár. Nei, þú hefur farið og mannst ekki þegar var hlaupið eftir bílnum og þú veist með allt opið og mannst ekki eftir þessu. Bara þetta var eins og Adri National Lampoons og allir að hlaupa eftir bílnum. Og gói greiði leikari, stórleikari, hann þurfti að vera að hreinsa klósetti. Nei, ég hreinsa það sjálfur, hann bara sýndi mig hvernig ég átti að gera það. Hreinsa klósetti. Það var ekkert með góa bara þrjúð á klósti. Það er ekki að vera með hann í því. Ég tek það, ég var ekki að ferðast, er þið meira innanlands. Tekur hísið. Ég ætla bara að vera að hanga minna í hjólisunu en ég gisti þar, ég teka bara á mig. Já, ok, báðir að taka hísið. En það elskið að ferðast. Það var líka bara, ég ætla að reyna að ferðast meira innanlands nú. Já, en þessi aðeins erfiðari núna. Og það er, hvort mynduru á 9 ári þurfa að leggja bílnum í ár. Það er erfitt fyrir menni svo ykkur, þið búið náttúrulega ekki svona í miðbænum, þeir eru svona útkvara menn. Eiginlega bara ekki hægt. Það er líka aðalega að sækja börnum. Já, æfingar og skutlingar. Það er bara full vinna, sækja skutla. Já, allir krakkarnir í öllu. Þannig að þið þurfa að labba allt fatið. Eða taka, það taka strætó. Það er kannski erfitt að fara Það er bara leigubíl. Erfitt að fara kannski samt í söng eða dans, fótbolta, allt í strætó. Eða mega ekkert labba. Þannig að þið megið þá keyra allt eins og þið vil. Það þarf þá að skríða úr bílnum og inn til mínu. Þannig að þú, hann basically skríður 5 metra. Ekki þetta skríð. Hvað er að þér? Maður kann aldrei labba. Þú mátt keyra allt eins mikið og vilt. En eina sem þú gerir, þú leggur, þú keyrir hérna upp í vinnu, leggur, þá skríður þið 3 metrin. Ég er ekki bara að tala um vinnuna. Ef ég fer að segja strákana í skólan, þá er ég að skríða inn í leikskólan. Þá myndir þú væntanlega að segja bara muna, strákar, ég verð hér, ég bipa á okkur og vingi. Nei, það má ekki í leikskólan. Nei, ekki í leikskólan, nei. Rakið þurftu eiginlega bara að vera duglegur að segja. Þetta er hrikalegt, sko. Já, þú getur ekki farið út í búð. Þú getur ekki keypt neitt. Nei, frúin þyrfti að fara í búðina. Og þú þyrftir rauninni bara að vera þá að skuttlast með það. Það er í hagkaupa eitthvað. Þetta fær því miður að vera að leggja bílnum. En þú getur tekið allar æfingarnar, skuttlað í skólan og allt það, en þú myndir ekki geta tekið búðina. En máttu fá bílstjóra, bara sem þú veist, þú áttu ykkur vin sem er kannski bara ekki að vinna atvinnulegs og bara hörðu, getur þú skuttlað með hérna? Partur af þessu er bara að velja. Því að ég fór að hugsa, hvað labbið actually mikið? Mjög mikið. Nei, þú ert ekkert að labba mikið. Hvernig komstu þetta inn í stúdíóði? Jú, þú labbaðir úr bílnum og inn. Þetta er, ég myndi segja að vera svona 15 metrar í bílunum okkar hérna. Þannig þú myndir taka skríða? Mér var þetta drullu erfitt. Ég er bara alltaf labbið. Mjög létt. Þetta er hrikalegt en sérstaklega þú veist að skýta kuldi og maður að fara að snemma mótnana í vinnuna þurfa að hjóla, taka hopphjóli í staðin fyrir að skríða 3 metrar út í bíl. Það er svolítið langt að fara að kóra hverju í sporthúsi sko. En ég get ekki verið að skríða inn. Aldrei. Svo sestu bara við skrifborðið þitt á gluggalösu skrifstofunni og erst bara slakur. Ég er tekin strax á fundi hérna. Ég kem alltaf skríðandi hérna á mótnana. Fólk myndi halda bara hér, hvað er í gangi? Það myndi bara segja við hæðina að þú væri með smá svona testgjörning. Hann var að skipta á gristlignum, segir ekki. Já, ok, er það tilbúið? Það ætla að klára síðust að áringir. Hvort myndu þið á 9 ári vera með flaggaði hálfa eins og gæjan sem þú sást þannig daginn og hann talið með blöðkastinu. Já, í gimminu. Já, eða vera með flaggaði, það alltaf. Núna væru með flaggaði hálfa. Bara alltaf með sema. Já, en þú gæti samt alveg falið að skilur smá, þú veist. Bara pókabuxur, eitthvað svona. Eða vera með súpu í klófinu í allt árið, þannig að það er ekkert að frétta. Hvernig súpu þá? Þú startu bara með hann alveg bara, það getur ekkert gert. Þannig að það er flaggaði halva eða bara teku súpuna. Ég myndi að reyna að fela það bara. Ég nefnir að gera með súpu í ár. Nei.
Gengur ekki, það líka bara háir. Er það hjá Stóni í dag? Nei, ekki fyrstu tvær. Þessi nú eiginlega þægileg sko. Já, þessi, hún barnalegust en þægilegust. Ég held í blöðu þessu. Já, flaggaði Álfa. Þá ætlum við að hringja í Rikka. Það var einn aftur. Já. Svo var ég með eina barnalega með 9 á Snjálgin. Hvort þið myndu fá hann eða... Nei, myndu ekki alltaf segja... Snjálgin. Sleppa honum bara. Myndu ekki alltaf segja hitt hvort það var gott að sleppa hann. Erum að segja. Sjá hvernig hann svari. Hvað er þetta, þriðja sinn sem við reynum að hringja í hann? Ég verið að, hvernig spurjum hann hvað er bara að gera? Ef hann svarar ekki núna, það er geggjað. Það verður geggjað. Ég er að vona að svara ekki. Það verður svo ballin move að svara ekki núna. Hann hlýtur að svara. Hann var að senda. Hringiði bara núna. Já. Það var mikið mann, þetta er eitt busy maður, ekki gef. Shit. Hvað? Það er ekki döðvöld að vera single dad allir á heimilinu eru farnir eitthvað sko. Það er gleðast nýtt ár. Já, svo leys. Takk fyrir gamla. Já, takk fyrir það gamla. Það stóð væntalega upp fyrir þér, baby. Já, heldur betur maður. Þetta er búið að vera draumur. Já, til hamingju aftur frá blöð fjölskyldunni hérna. Já, takk fyrir bræður. Herðu, það er völvað í gangi. Það búið að spá fyrir mér, Steinda og Sítjó. Og þú ert einn eftir að því þú svarar ekki á þann og ekki heldur eftir það. Við bara, sem ekki var svona busy. Bara ná í Rikka, það er léttar að ná í bara fórsetan. Og völvan í ár er mjög jákvæð. Ég var svo sem ekkert eitthvað degjur spenna að heyra völvuna mína sko. Nó, það er ekki björnsýtt. Það er gaman að fá. Já, með síðust ára allavega. Spurning hvort ég degi heldur eins og í fyrra. Það tókst ekki á Gilsson. Nei, ég fekk það núna. Blöð er spáð dauða í lok árs. AI, dreipið mig. AI, dreipið þig. Ok. Þegar ég er ekki búin að sleikja þau upp eins og allir aðri sagði ég. En, já, hann er ekki að tala við gerðugöndina og er ekki kurteis við hana. Sko, þetta virka þannig, Ríkard, ég sendi þessari völvu myndaðir og ég fæ spá. Sendur þú flotta mynda á hann? Já, ég sendi, veist, Rikki myndast vel með flott andlit. Finnst þú myndast vel, Rikki? Já, svona ágætlega myndi ég segja. Ekkert alltaf frábælega, en svona heilt yfir, kannski 7-5 bara. Ok. Það er alveg hugulur. Hún segir hérna, Ríkard Óskar Guðnason heldur áfram að vera vinsælasti brúðkaupsveislustjóri landsins. Byrja vel. Ofan á það, segir hún hérna, auðvitað eitt besti lýsari landsins. Stendur sig frábælega í kúkablegunum og litlu prinsessunni sinni á árinu. Þú varst bara að skipta kúkablegu á hana, ekki? Þetta byrja bara hörku vel. Herru, talandi það, er komið nafn? Herru, það þurfti að fresta því, átt að gerast rétt fyrir jól, en voru smá veikindi sem var til þess að ég var frestað, en gerist núna í janúar. Já, janúar. Ok, við fylgjumst með því. Svo segir völvan, það rignir inn á bankareikningin, en á sama tíma sólskin á heimilinu með litla krílið. Já, vá, ég hef aldrei heyrst þetta. En lífið er því miður ekki bara sólskin og sleikipinnar hjá Ríkardi, segir hún hérna. Ríkard lendir í þeim leiðundum að vera bannaður á öllum tjaldstöðum landsins. Það er ekki gott sko. Hann elskar að fara í hísi. Bannaður á öllum tjaldstöðum, ok. Hún segir hérna, sem er ekki frábært að sem Ríkard fjárfesti 20 milljóna í hjólhísi. Ástæðan fyrir banninu er gríðarlegur hávaði úr hjólhísinu, en gestir á tjaldstöðum lýsa því að leið og The Richards eins og þau eru kölluð mæta á svæði, þá sem það mikill hávaði úr hjólhísinu að það er ekki fræðuleg möguleiki að leggja sig á tjaldstöðin. Plús að hjólhísið hristist mikið ofan á öll Eru lætið The Richards? Þú var sannst ekki að tala um að við værum með partístand, þú var að tala um annað. Já, ég er ekki að tala um þetta, ég er að lesa hérna upp á þessari virtu völvu. Hún segir kvörtunum rignirinn og því það Ríkard því miður að selja hjólið sitt á árinu. Það er ekki góða fréttir. Það er samt búið að vera gott hinga til. Já, fyrir utan. Ofan á þessi leiðindi kemur smá bakslag þegar Ríkard er að gigga sem veslstjóri í brúðkaupi og mígur í sig upp á sviði. Já, ok. Það er viðbjörn. Það er ekki gott. Þú vilt halda því í lágmarkir ekki eða þetta skemmt í brúðkaupi að mígi þig. Já, það hefur ekki gert hinga til allavega. Og svo segir hún hérna, þrátt fyrir það bakslag þá heldur áfram bókarnir að detta inn. Það hæfileika ríkur brúðkaups veistlustjóri að bókarnir halda áfram að streymin þrátt fyrir þetta atvik. Að ég mý mig. Þannig hún segir frábært fjölskyldu og cash ár hjá Richard. Sáttur við mig, spyr hún.
Já, bara svona heilt yfir. Þetta bara verið besta völvan sem ég hef fengið. Já, þú getur ekki annað en sáttu með þetta. Ekki með við Jóa, hann fekk ekki svona. Nei, þessi var töluvert betri. Eina leðilega og mýgur í þau upp á sviði og bannaði einhverju tjálsvæðum. Þetta ekki træðilegt, þetta er ángríns. Nei, ég kom eitthvað fram hvenar í mými, einhverju mánuði svo ég get passa með ekstra. Hún fer ekki í mánuðin, sko. Reyndu bara að hafa þig lágmarki. En okkur völvan að ræða þetta með hjólísi? Hefur eitthvað verið kvartandunni ykkur eða? Nei, aldrei. Nei, ok. Bara, ég veist, þetta er ekki svaravert, sko. Það drýsir bara, þú veist, við erum fólk, sko, við getum alveg að hafa með okkur, sko, við erum í hjólísi, sko, við erum með börn með okkur, sko. Þannig að það er ekki komið á banka bara svona sunnundagsmáldi bara, herðu, verður aðeins til ég að lækki ykkur hérna? Nei, það er aldrei gert. Það eru fleiri á tjálsa. Nei, það er bara, það er aldrei gert og menn aldrei gera. Gott okkar, til lokin, hvort veist þið líklegur að það gerist eða þú mýgir í það á sviði? Hjólís er alltaf líklegri ekki fyrir að mýga í mig á sviðinu, sko. Þannig, hafið þið eitthvað verið að skjótast eini í útilegur? Nei, við höfum bara, þetta er fjölskyldu dæmi Steinþór, sko. Já, ég veit. Ég þarf að kaupa svona limmið handa ykkur, if the van is rockin', don't come knockin'. Já, nei, það er ekki að fara að gera, sko. Það er bara að geta að lofa eitthvað í, sko. Þetta var bara jákvæð. Já, þetta var mjög gott. Bara óttur að verða eitthvað neginn. Til aðmingi með þetta ekki. Já, takk ykkur kjærlega fyrir. Til lukkum með 25. Gaman að heyri þér. Já, takk kjærlega og verið sælir. Herru, já, Rikki og oft vengi verðið Já, það er rátt og spá fyrir öllum. Það er frábær völva í runni. Frábær. Það var bara allt upp á 10 spurningkeppni Gilsarans hér eftir smástund en við erum svolítið að spila hvað segir maður? Ára lög. Já, eða svona sköpslög og hver manni getur þessu? FM 957 Smelli kossa á þig, herran Hétusmjör. Þetta var skaupið 2023 og varð gríðilega vinsællag eftir skaupið, enda alvöru bangir hérna á ferð. En það er gott. Já, virkilega gott. Talendu góð á, netanótt er gott ármaður. Netanótt er svakalegt. Það er allt í blúsandi siglingu þar, en við ætlum að fara núna í spurningkeppni Gilsarans. Já. Og hvað var þetta aftur? King of New. Þetta var einhvernig bara, það hefði getið verið King of 2026 eða King of the New Year eða King of Change eða what, þetta er bara King of New. King of New. Það er nýtt ár. Þú er aldrei, tungan er alltaf að reykast Það var festa þarna í aðskell. Ég var að fá nýja tönn maður. Kjúklingur. Já, herru. Það er líka að maður að tala vitlis úr þessu, það var þetta talandis. Já, laga þetta. Græði þetta í vikunni. Þessi hefurinn er bara aldrei verið áður, sko. Nei. Þannig að heldur þetta verið árið þar sem þú munir hætta með physical veski? Nei, ég held ekki. Þið verðið áfram bara með veski. Þú með það hérna? Já. Bara með veski á borðinu? Málega, ég er glaðum, ég fekk nýtt veski í jólagjöf. Það er rosalegt. Physical veski. Nýtt sem er bara frá Tengdó. Eins og þetta, bara til að skipta þessu út? Nei, það er svona, þú setur kortin í og svo ítur bara svona takkað og farað upp úr. Ekki svo influencer veski, svona taska. Nei. Okay. Finnst þér alveg síðasta sort að vera með physical veski eða? Finnst þér að... Já, nei, ég finnst það gaman því að það er enginn allir með kortin í símónum í dag nema þið tveir, sko, ég er gaman að því. Nei, málið er vanstu, við fórum yfir þetta út batterislaus og kemst ekki inn í bílinn, kemst ekki inn í bílinn, kemst ekki neitt. Við erum bara með... Við erum safe. Og svo ég líka sortu með Costco-kort og ég er með, hvað er ég með? Ég er með ökuskirtinni og ég er með... fullt af kortum. Þú reynda að vera með þetta allt í símanum, held ég. Ég er með svona 30 kortina. Ég veit að hvað kort er þetta? Þú notar ekki kreditkort. Hvað er... Þetta er alls konar kost. Þú notar ekki kreditkort. Það notar ekki kreditkort. Þannig að... Ég held að á þess ári... Já, það er kannski verið á 2027 eða eitthvað sem þið farið í það að verðist þetta kortin í síman. Já, ég held bara aldrei. Heldur þú prófið nýjan veitingastað á árinu? Já. Já, herru, þeir eru væntanlega... Þetta er krefjandi fyrir blöð, sko. Nei, þið þurfa að vera að kíkja á fossinn. Já, ok, það reyndir, já, það er... Ég mun pröfa hann. Þetta er alltaf kaffihús /veitingastæður, eða ekki? Já, svona bara nokkri góður réttir. En jú, getur komið þarna og fengið þér að bóða. Við munum alltaf prófa hann, það er strax komið. Já, ok. En jú, ég var nú búin að hugsa mig líka bara að prófa nýja veitingastæði. Það er málega á spári, og ef þú ekki flakki með hvaða nýju veitingastæði að prófa hérna í... Ég held ég hefði, núna ég ekki að grínast. Ég held ég hef ekki pröfað nýjan veitingastað á þessu ári.
Nei, örugglega ekki. Það er síðast árið, 2025. Mál er að ég fer nú yfirleitt alltaf bara á sömu staðina. Það er sushi og það er sósalinn og tapasinn og... Þess vegna var ég ekkert vissu að þetta væri punktur, sko. Nei, þú kannski blöð er vanafastari en þú, sko. Já, kannski er þetta ekki eins og punktur. Jó, fossinn. Fossinn, já. Já, þið fundur loophole hana. Takk. Þannig að heldur að þetta veri árið sem að Heidi Klum bjóði þér í árlega mótelpartíið sitt? Já, það er búin að lofa því. Er ekki búið að bjóða okkur í það? Já, Rúrik ekki búin að bjóða okkur. Ég veit ekki alveg hversu mikið. Já, ég veist, hann segir, var hann ekki bara svona stemningu? Jú, ykkur er búið, svo kemur þetta partí og okkur er ekkert búið, sko. Við bara minnum að ná þetta. Getur hann búið okkur í það? Já. Já, getur sagt við Heidi Klum bara, ég er með 3 félaga sem... Hann var með ykkur 2 félaga með sér, hvað, síðasta. Það er svona, yfirleitt er svolítið skrítið að bjóða kannski fullt af fólki í partí sem þér er búið í. Nei, ég meina, ég er með 3 félaga frá Íslandi, með ekki komið með, pottet. Já. Við mætum. Já, við mætum. Við erum að hugsa búning. Já, hvað, ég Þú veist þér að vera bara aftur hérna. Dr. Phil. Já. Það var þetta rosalega búningur. Gerfi skalli. En er ekki allir þarna svona mjög flott? Þetta Dr. Phil búningurinn er líka, Hvað ætlar að mæta allir með svona huggulega grímur og flott föt og hvað ætlar að vera slögt í læknir? Þú lappar ekkert þessi Dr. Phil, sko, þeir eru bara snúið við í dyrikætt og drullast í burtu, sko. Hvað ætlar þú að vera? Hvað ætlar að vera? Slögt í slökulismæð? Það er allir með bara eitthvað huggulega grímu. Veitu hvað að gera dyrraverðinu var steindi mætið sem Dr. Phil? Það var lappar þessi Dr. Phil í Heidi Klum partíð. Af hverju mætti ég ekki lappin sem Dr. Phil? Manst eftir því átvitið það? Og geggja. Já, ég veit þið. Ég vil að fara bara sem Súlandir aftur. Nei, ég meina fólk Erst að segja það að við Heidi Klum Halloween party. Við þurfum ekki að vera velja eitthvað sexy búninga. Já, það eru allir þarna hvað er allir byrður ofan? Herðu, ef fólk vil fá djúni í þetta party þá fæ ég bara að velja minn búning sjálf. Auðvitað. Já, ég veit að það skellur að þú ferð á okkur pubbar á einn og verður ekki hleypt inn, sko. Já, þú sagði líka að fólk vil fá djúni í þetta party. Það er náttúrulega enginn að biðja okkur í þetta party. Við erum að reyna að tróða okkur í það. Þannig að glættu þið bara í eitthvað sem að veipur okkur inn. Ég sé að það er sumir í flippuðum búningum inn á milli. Ok. Þannig að þetta gæti slæta, sko. Það er enda enginn í Dr. Phil búningar, ok? Ég mæti bara einhvern veginn. Allar skella eitthvað böð á árinu. Fór ég eitthvað þessari? Jú, það er nú líklega Skylagoon. Nei, Skylagoon. Varstu ekki einu sinni? Jó. Ég tók á Akureyri. Kíktir einu sinni. Jó, við fórum í Skylagoon. En það er sko, ég er með þessi, sko, heldur þú fara þetta því að þið er ekki búin að prófa Laugarásslagoon. Já, ég þarf að testa það. Já, ég testa það örgulega. Ég tek það í sumar. Ég er ekki svona mikið fyrir þessu þú. En ég skal testa að fara þanga fyrir þig. Já, prófa nýböð. The King of New. Það er bara nokkuð eðlilegt. Já, þetta er ekki, ég ákvað að sleppa. Ég vissi að völvan yrði, þú myndi sláðilega það strengi líklega, sko, þó hún sé alveg kafskeikt, sko. Ok. Heldur þú slefir meira á þessu ári en síðasta? Nei, held ég ekki. Ég er bara slefa rosalega lítið. Þegar ég hugsa, ég held ég bara slef ekki. Eðlilega, aldrei 45 ára gammal. Er þú ekki síslefandi? Aðeins yngri en ég. Ég er ekki síslefandi. 200 lítrum. Það sem gerist í mínu tilfelli er að ég sef með opinn munnin. Ég líka. Já, og ég er með hann galopinn. Ég opnaði bara munnuna eins mikið og getur, þannig sef ég. Og ef ég er flugvél þá halla ég, þá er ég beinn í baki, jafnvel hallandi smá fram og þá rennur það sem er upp í mér út slefið, sem er slefið. Já, þú veist að allt sem átt að segja er ég líka. Já, en heima ég líkur á kota. Þetta endar alltaf á bollum þínu og skýrtunni, það ekki? Málið þess að þegar ég tók þetta slef hana og þegar flugfræðan var að afgreiða, þú stóð, þetta er bara, við erum að tala um sentimeter við hliðina mér, ég var við gangin, vagnin er bara, ég get bara, þetta er veist hvernig þetta er, ég er alveg onni í vagninum og flugfræðanum og hún er að rétta görnum sem við hliðin á mér, drikk sem hann er að panta sér og ég vakna við það. Ég finna það svona hreyfing sem kemur svona fyrir augun og líti upp og sé bara, horfi bara í augun á henni og lít svo niður og það er bara pollur á helvíts bollum og taumur úr munninum niður og ég er alveg bara svona, ég er bara svona ógeðslega svefndrukkin því ég vaknaði, ég er bara svona, heyrðu, sorry og það sem ég geri er svona að reyna. Hún er örgulega haldið og það hefur verið áfengistöður. Örgulega, og ég get ekkert gert, þú veist, ef ég tek bolinn, mér langar svo að bretta upp á yfir blettin, þá var ég bumban á mér út í lofti. Ég var ekki með peysu, ég var á bollnum í svo flugi. Þannig að ég þurfti bara að vera svo með hendina yfir
lefinu En í rauninni svarið, þetta er svolítið bundið við flug hjá þér En í rauninni þetta velti bara að ferðast meira á þessu ári en síðan Þá þetta kannski punktur að þér Akkur geta að halla sætunum bara aðeins meira Þá lendir enginn í þessu Verður þetta ekki svipað hjá þér? Jú, ekki ég held meira. þetta veri ekkert meira Ég held þetta veri bara svipað, já Heldur að þetta veri árið sem það eru fræðilegu möguleiki að þú íhugi það að gefa pekkinu séns Séns, ég er ekki að tala að vaða í það Gefa þið séns Þetta er mjög vinsælt núna Ekki sko Við erum bara ólíklegt. Við erum frekar ólíklegir sko Já Sétt Jó er að fara í þetta Nei, þú sagður honum að hann myndi fara í þetta Völvan sagði það Já, sem þú skrifaðir Þú ert völvan Nei, ég ætla bara að hreinskilin Mér finnst ólíklegt að ég gefi því séns Ok Það er bara Þetta er ekki þá an honest answer Ekki nema Rakel myndi, þú veist Beðja þig alveg mjög fallega bara í Gerðu það Það er ekki svo, hún fá einhver út úr því Nei, það væri svona kannski þá líklegast að þú færi í þetta væri að það kona væri svona gerðu það maður Já, hvað græðir hún? Ég held alveg að það er hafa gaman að þessu Ég held myndi að hafa gaman að það Já, en hún fær ekkert út úr þessu Ég held myndi að það skemmtilegt Hún fær ekkert út úr þessu nema að vera bara Ég bara hlæja með það Ég veit ekki hvað Það er 3-3, þetta er bara bæta einni við bara svo þessi fræðilegu möguleiki Ég segir þetta sé vinsalasta trend landsins Vinsalega en padel Það sé allir í þessu Heldur að þú pantir drikk á árinu á meðan annar fóturinn að þeir eru ofan á kviðnum á látnum manni Nei, það gerist ekki, við nenni ekki að rífast þetta eins og Eða hann bara síðast að fá frá klósetti þegar það var að vera sinn einum Mást ekki? Já, alveg rétt Já, það er sinn einum Erstu að tala gaurin svo með hausverk Já, það var náttúrulega algjör viðbjörð hjá mér Það var að leita panodil fyrir hann Ég fór á klósti Djúvill, ég rugglaði maður Nei, það var Topp tónlistarstöðin FM Þetta 957 er ekki gammalt gott Ég er í FM 95 blöð Okkar leið MC Gauti og Frikki Dór rosalegt Herri, við kíktum á júlevenner jólinn Fyrsta sinn og bara hrikalega gaman Ógeðslega gaman Þetta er geggjað bara geggja sjó, bara algjör stemning fór allir á kostum þar og ég skemmti mér allavega betur heldur en þessi gagnrýnandi það er nokkuð ljóst Já, hans kallaði þetta helvít og jörð Hann var ekki ánægð með þetta Nei, hann var alls ekki ánægð með þetta Þetta var ekki alveg fyrir hann Næsta sýning heitir, hún er komin í sölu, sagði Gauti 26 sýningin, hún heitir helvít og jörð Sýningin heitir það Það er mjög gott Eru þið tilbúinir í sturlaðar staðrendir, drengir? Já Fyrstu á þessu ári, þetta svona ég get ekki alltaf hendi í þetta en ég er með fínar núna í dag Það er langt síðan að fara í Insane Facts og eitt af þessu kjaftaði þannig að þið með reyna að spotta það og þið líka sem eru heima að hlustaði í bílum Já, ready Fólk sem fer á fætur fyrr er hamingjusamara en það sem heldur en þeir sem að fara seint á fætur Þau vilja tengja við hamingju að þú ert farin snemma á fætur Já Þannig að eiginlega á þá er að vera hamingjusamar en þú stendir með þetta En ég held sko að þetta sé tvíkja sverð sko Ég held að þetta sé líka þeir sem fara setna að sofa gætu verið hamingjusamari Þannig að þetta er jafnast út Þið veist gaman í pottunum og kvöldin með það er eitt redd og chillar Ég held þetta jafnist út Þú veist að þú vaknar snemma þá líður þið betur Hvenær ert þú að vakna á þána? 8? Nei, krakkan er að mæta 8 Þannig að ég vakna 7 Eða stundur svona kortir 7 til kortir yfir 7 Nei, kannski ekki, veist, meira 5:40 og 5 kannski Þetta er nú samt ekki rosalega bara klukkutíma undan Já Herru, það var næsta Samt er þú komin upp í bara, sopnaði 10 Já, það er ekki alltaf sko En hvað ert að fá meðaltalið mikið í svefn? Ertu alveg að ná alltaf bara 9 tímum þar? Nei, ég, veist, average er hérna bara 7-8 Ég er hérna stefna 8 Það er frábært Er það ekki of mikið fyrir mann í góða formi á góðum aldri? 7 sleppur, en þú vilt ekki fara mikið undir það Nei, ég er að reyna að vinna með 7 Herru, vindar á Úranus geta náð alltaf 900 km hraða Það er ólíklegt að við flytjum þangað einhvern mann Það er ólíklegt? Já, bara, þetta er alvöru vindur 900 km hraði Apar borða allt sem við mannfólki borðum nema egg Apar borði gegg Fíli gegg Veit ekki okkur Skoða okkur Ég hef aldrei séð apa bara Við erum alltaf apar Komnir og uppum Já, veistu fætni Veistu alltaf við erum með apa árunu Já, herru, við erum apar Steindur rotta Rottur borði egg Já, þau geta hvort annað Ég held sko En byrju komnir verði Rotta getur mömmu sinni Það er ekki apar egg En byrju akkur þetta segir sem komnir og uppum Það ekki Já, veist það ekki Veistu hvað sem gerist það? Þú er oft haldið fram hérna Þú
trúir á Adam og Evu þau hafi eignast börnin. Ég trúaði maður. Ég trúaði maður. Það er ekkert að vera fara þá í þróunarkenninguna. Hvað skeiði braskat á þér? Helviti harta á bara öðrum degi ás. Nei, ég bara Það að taka trúna mann hérna. Ég ætla ekki að taka þið trúna. Nei, það er það. Þá er það að lesta slæmur svefn gerir þið líklega til þess að stela, ljúga eða halda framhjá. Þannig að, með þetta þá skaltu reyna að ná sem 7 tímum stendi. Já, hann sketi bara að fara að stela allir þetta. Nei, reyndar ertu síljúandi. Það gæti verið af því að þú ert með slæma svefn. Já, kannski, Manstu varst að segja að þú var í landsliðinu eða pressuliðinu? Já. En ég var svona. Hann hélt í álur að væri það, Ég var ekkert að ljúga því. Ég myndi bara, ég Hann hefði hélt verið bara að væri í því. Ok, getið það bara sagt þetta núna ef ég lígi einhverju? Mér myndi þetta bara. Það er helviti góð afsökun. Ekki nema að sko væri að ljúga. Það varst að ljúga. Þú varst að ljúga? Já, þú veist, ég var samt ómeðvitað að ljúga. Ok. En heldur þetta að segja að þú sefur í það? Ég held samt að, ég nenni ekki að tala um því. Það er býða til að Rikki kemur næst. Þegar Rikki leysir einhvern af næst, annan ykkar, þá er ég nefnilega með aðeins en það þurfum að fara aðeins yfir þetta. Ertu með eitthvað að knockout á hana? Já, kannski lauma ég einu. Ok. Þetta konur hlæja meir en karlmenn. Mikið það ekki alveg sens. Já. Gamli skólinn, hann er ekkert mikið að hlæja. Nei, hlægir hann eitthvað? Nei, herru, þú ert aðeins herra á mótnana en á kvöldin. Þú sé ekki. Skreppur það saman þannig að herru, þú vagnar. Akkur allir það sé? Tinnréttur og nývaknaður og fítn. Það sé erfiði dagar. Svo fyrir svona síga í dagur svona. Svo eru það að minka með árónum ekki. Ég er samt enda á 1,79. Já, sko, samkvæmt netinu áttu að vera búin að minka ykkur á 2 cm. Það er orðin 45. Það er ekki búin að gerast. Þeir eru ennþá allir þarna sem betur fer. Herru, þetta er rosalegt. Ég veit ekki, ég held ég að koma inn á þetta eitthvað með einn aður. En 20% fólk sem að drekkur áfengi verður ekki þund eða finnur fyrir þingu. Það er há prósent. Já, 20%. Það er bara, ég er alltaf verið svona 2%. Já, ég held líka. Enginn í kringum mig sem er með þetta. Pappið þinn, þegar hann drekkur ekki bjór, bara bjór og æris, þá verður hann ekki það. Það verður hann ekki þunnur, nei, gerðist samt þarna á tenni sem var ótrúlegt. Aðeins 40% af kjúklingarnöggum eru kjöt, restin er fita, skinn og viðbjöður. Kjúklingur? Kjúklingarnaggar. Kjúklingur? Það er ekki mjög holt. Kjúklingarnaggar, sagði ég. Sagði kjúklingur. Heyrðist hann segja 90% af kjúkling? Ég sagði ekki kjúkling. Kjúkling. Það er 40% af kjúklingum með kjúklingur, restin er ógeð. Það er bara kjöt, þetta er ekki eins og Rakel sendir líka í tjetta og segir ekki Rakel og segir Rakel. Nei, Rakel, með G. Ég segi Rakel. Rakel, já. Herru, svo er að síðast að rússar skilgreindu ekki bjór sem áfengan drikk fyrir 2011 og það er grjóthart. Já, það eru sniður. Þetta þóttu ekki áfengu drikkur í Rússlandi, þetta kunna menna að sippi í sig þar. Nú spyr ég hvað er svo kjaftaði drengir? Sko mér varst okkur svolítið aggressíft þarna með að slæmi svefn að fara að stela og ljúga og halda framhjá ég tipp á það sko. Það er bara ekki full gróft eitthvað neginn sko. Þú segir það? Það er mjög skrítið. En þú Steindi? Já, bara er það. Það er rangt hjá okkur. Apar borða alveg egg sko. Bjóð það til. Þú veit að borða apar egg. Ég hef aldrei séð apa samt bara með steik og rauðvín sko. Borða ekki alveg að samóið. Nei, en það bjóði þetta til. Þetta bjóði þetta til. Já, veit það. Herru, við erum ennþá að spila hér svona áramótalög, skaupslög og hér eru Bríett Unnsteinn og Logi Pedro. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957. Íslenski draumurinn hér á FM. Klukkan er að vera 6, getur búið að fljótt til í það. Já. 2. janúar, ég bara skemmti með konunglæðin í stúdíu. Það er líka gaman. Já, við heldum að þetta er kannski svona skrítið að vera á föstudegi, því að mann líður ekki eins og þessi föstudagur. Það er smá sunnudagur svona yfir þjóðinni. Já, en þetta er bara búið að fínast stemming. Hvernig helgin? Hún er róleg. Já, ég er fættið Tenerife bara kl. 09:50. þú ert farin á morgun. Þú ert að fara rosalegt góða ferð. Já, thank you. Við erum að fara að sjá hérna The Rock. Já, það er Connery-vídeóið. Já, Connery. Það er þetta dettinn, bara, ég vorandi morgun. Það er ekki síðasta leik í morgundur hrein. Já, byrju, ég ætla að kíkja núna eins hvernig er veðrið þarna akkurat núna. Það var rigning í dag. Allir nekkar er á tenni og ég var grændi rigning á hann sko. En samt bara ykkur klukkar og svo kom gott veður. Já, við óskum múlum minnilega til hamingju með daginn, nefnum að hlusta.
Okkar besti maður En já, svo ég bara þarf að koma fólk í form líka. Það janúar sko, hann ég þarf að taka 90 myndur í tölvuna út af svölum hann áður en allir vakna. Mér sínst þú verið að fara þú veist að fara í hérna einhverja 20 gráður sko. Þetta er alltaf betur en á Íslandi, það er svolítið þannig. Já. Það er United, hvað er Leeds United helgina? Það geti ekki bjartsýn á það. Svo er ég með barnaafmæli í Skopp á sunnudaginn. Það er stemning. Þú eru 40 krakkar. Mikið hlustandi Þú boðið. eru game over til það sko. Það er alveg við að læti og veist sko. Það er fínt að vera fesku þar Steindi, helgin bara róleg. Já, hún er bara mjög róleg. Það var að koma hérna inn frétt á Vísi. 2025 var hlýjasta árið á Íslandi frá upphafi mælinga. Þannig að við getum ekki kvarta mikið. Nei. Þetta er Siggi Stormur deliberaði þarna. Sá stegu upp maður. Já, hérna bara eftir allt hatrið og allt ruglið maður. Já, bara ekki hatrið kannski, en hann fekk hostile crowd í fyrra. Hann er kannski komið með street cred alveg aftur núna eftir þetta. Já, sko. Menn treyst á hún núna, það er nokkuð ljóst. En það er bara komið að lokum, ekki góða helgi, kæru hlustendur. Við minnum á Blöðkastið sem verður á þriðjudaginn og svo bara hérna næsta föstudag við verðum spara að reyna að fá sveppa fyrir Egil. Já, við þurfum að finna ykkur á þriðjudaginn. Já, það verður gýr hér á mér Steindi og sveppa þá. Bara góða helgi og heyrumst vonandi á þriðjudaginn, annars bara á föstudaginn. Endum þetta á Gauta. Þetta er FM